kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og velkomin á vettvang spursmála, föstudaginn 29. ágúst. Við komum hér saman eftir stutt sumarleyfi sem var styttri en við ætluðum í upphafi sumars vegna þess að þingið teygði sig inn í miðjan júlímánuð og allt var vitlaust við Austurvöll. Það hins vegar spennandi vetur framundan, kosningavetur 2026 göngum við á kjörborðinu 16. maí. Þá ætlum við að kjósa til sveitarstjórna vítt og breitt landið. En fram að því mun margt ber á góma í pólitíkinni, auðvitað Evrópumálin sem að Kristrún Frostadóttir segir reyndar að ég ekki að vera í neinu heiðursæti, þó að Þorgerður Katrín, samstarfskona hennar, séu ósammála því. Fjárlög verða lögð fram innan fárra daga fyrir árið 2026 og það mun marka dálítið línurnar í pólitíkinni og þing kemur svo saman 9. september. Við munum fylgja þessu eftir hér af þunga og alvöru en þó svona með léttum dúr einnig og hér koma á eftir til mín formenn þriggja stærstu þingflokkana í þinginu í dag, Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar og við munum eiga gott samtal pólitíkina og hvað framundan í þeim efnum. En mig langar hér í upphafi dagskrár til að upplýsa ykkur áhugavert mál sem að rekið hefur á fjörur okkar morgunblaðsmanna. Í lok apríl síðastliðins fjallaði Helgi Seljan, fréttamaður á Ríkissjónvarpinu fyrirtæki PPP. Það var stofnað út frá embætti sérstaks saksóknara í árslok 2011. Það voru 2 starfsmenn embættisins sem stofnuðu það. Þetta var eins konar njósnafyrirtæki sem að kallaði til aðstoða við sig hina ýmsustu menn, meðal annars lögregluþjón sem að sinnti eftirgrennslan og eftirfylgd með nafngreindum einstaklingum á Íslandi. Þetta munum við flest. Í aðdraganda þessa fréttaflutnings átti Helgi Seljan fund með Ólafi Þór Haugsyni sem er héraðssaksóknari en var sérstakur saksóknari á sínum tíma. Taldi héraðssaksóknari að í þeim gögnum sem Helgi Seljan lagði fram að þar kemur fram að gögnin kæmu eða stöfuðu sennilega frá embættinu sjálfu og kærðan í kjölfarið Jón Óttar Ólafsson, annan eiganda PPP. Hinn eigandinn er nú látinn. Því máli var vísað til ríkissaksóknara sem aftur vísaði málinu til lögreglunar á Suðurlandi sem hefur haft það til rannsóknar síðan. Það óvæntu vendingar hafa orðið að einn af starfsmönnum héraðssaksóknara hefur nú stöðu sakbornings í málinu og hefur verið yfirheyrður vegna þess. Lögreglan verst allra frétta af stöðu málsins og hversu margir sakborningarnir eru, en þeir eru augljóslega fleiri en Jón Óttar sem var handtekinn í júnímánuði og húsleit gerð á heimili hans. Við munum fjalla nánar þetta áhugaverða og mjög alvarlega mál á síðum Morgunblaðsins á morgun og á mbl.is síðar í dag. Ég hugsa að það sé fordæmalaust að starfsmaður héraðssaksóknara hafi stöðu sakbornings í jafn stóru og alvarlegu máli og þessu. En það eru fleiri mál sem við ætlum að taka fyrir hér á komandi dögum og vikum. Menntamálin verða að sjálfsögðu í forgrunni. Það er maður sem bendir til þess að menntakerfið okkar sé í einhvers konar lamasessi og menntamálaráðherra svaraði því til að hann nenni ekki að setja sig inn í málin. Á forsíðu Morgunblaðsins í dag er fjallað alvarleg mál í þessum ranni eða úr þessum ranni. Í Fellaskóla er lestrarfærni í frjálsu falli meðal nemenda í öðrum bekk. Þetta er saga sem hægt er að segja af mörgum skólum, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur land allt. En stóra fréttin sem Hólmfríður María Ragnhildardóttir fréttamaður tekur til fyrir okkur hér fjallar það hvernig kennarasambandið og skólar hafa tekið til við það að tvítelja skóladaga til þess að uppfylla skólaskyldu. Samkvæmt lögum ber skólunum að halda úti kennslu ákveðin fjölda daga á ári, en skólunum tekst það ekki öllum tilvikum. Ég veit ekki hvort það sé vegna út af öllum starfsdögunum eða frídögunum sem verður að veita, en það er eitthvað brogað í þessu kerfi þar sem að svona mál koma upp trekk í trekk og námsárangur nemenda hrapar ár frá ári. Í næstu viku ætla ég að fá hingað til mín formann Kennarasambandsins og ætlum að ræða þessa stöðu og heyra frá honum hvað er til ráða til að bæta úr. En mér langar líka hér í upphafi dagskrá fjallum alvarlegt mál sem að tengist ferðaþjónustun á Suðurlandi. Reynisfjara, Manndrápsfjaran ógurlega, hún tekur mannslíf að því virðist með reglubundnum hætti og fátt virðist til ráða til þess að bregðast við þeirri stöðu. Fólk kemur óundibúið, þekkir ekki aðstæðu þarna og aldan sveipir því út á haf og skilar því tilbaka örendu. Nú síðast ungri stúlku.
Það virðist vera sem að menn séu ráðalausir gagnvart þessu verkefni eins og í menntakerfismálunum, en ég legg það hér til að við hefjum gjaldtöku við Reynisfjöru, að fólk greiði inn á svæðið og þar verði verðir í fjörunni sem að geri fólki grein fyrir því hversu nærri sjónum það má fara á hverjum tíma með við aðstæður. Þeir sem ekki hlýða slíkum fyrirmælum, þeir eru einfaldlega fjarlægðir á ströndinni. Með kerfi sem þessu þá er hægt að forða mannslífum frá drukknun. Ég skil ekki af hverju menn eru hræddir við að grípa til gjaldtöku og að efla eftirliti með þessum hætti og það er algjör fásinn að halda þeir fram að aukið eftirlit veiti falskt öryggi. Ætlum við að halda þeir fram að umferðarlögreglan á Íslandi búi til falskt öryggi í umferðinni? Ég held nú síður. Mér langar líka til að nefna hér í upphafi þessa ágæta þáttar að í apríl síðastliðnum þá hóf Göngur sína bókaklúbbur spursmála. Við erum afar þakklátt fyrir þær viðtökur sem að klúbburinn hefur fengið. Núna eru 1500 félagar skráðir í hann. Við höfum tekið fyrir allnokkrar mjög skemmtilega bækur, eina bók í hverju mánuði og fjöllum efni hennar og innihald með margvíslegum hætti. Það vakti mikla eftirtekt meðal annars í sumar þegar við fjöllum bókina 1984 og ég fekk til viðtals við mig Kára Stefánsson, fyrir forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar. Það er samtal sem líður okkur báðum seint úr minni, geri ég ráð fyrir. En núna í septembermánuði ætlum við að taka fyrir áhugaverða bók sem kom út fyrir 25 árum síðan í íslenskri þýðingu. Það er bók eftir Henry Hazlitt og heitir Hagfræði í hnotskurn. Ég held að það sé ekki vanþörf á því að við setjumst niður, almenningur á Íslandi og bara þjóðin öll, og lesum okkur betur til hagfræði og hvernig hún virkar á samfélagið okkar. Þetta hefur áhrif á það hvernig við hugsum og skiljum verðbólguna, vaxtastigið í landinu og þar fram til götunum. Okkur veitir ekkert að því að auka fjármálalæsið almennt yfirleitt. Þetta er afskaplega læsileg og skemmtileg bók og hún er á tilboðsverði núna í Pennanum og verður allan septembermánuð á 2.499 krónur. Ég hvet ykkur til að grípa ykkur eintak. En hér eftir örskamma stund, öflugir og fínir gestir, Hjörvar Hafliðason, Dr. Fútból og María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður á RÚV, sem ætla að fara yfir fréttir vikunar og eitthvað segir mér að fótbolti muni bera á góma þar. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu. Askja. Góð hljóðvist er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem er. Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Halló heimur, jæja, nú hefur daginn tekið að stytta og vonandi allir búin að eiga Gucci í sumar. Þetta er alltaf svolítið stutt gaman hjá okkur alþýðustéttinni, annað en hjá liðinu þarna í efra lagi samfélagsins, sem er enn að lifa og njóta og reyna að blómgast eins mikið í sumrinu og hægt er áður en þingið kemur saman á öðrum þriðjudegi septembermánaðar, líkt og hefð er fyrir. Auðvitað skippar þingið mánudögum. Þeir dagar eru auðvitað bara nýttir til að busta helgarriðið af. Þriðjudagarnir eru svona nýju mánudagarnir. 3 daga helgar eru alveg að fara að verða lögum. Ég finn það á mér. Annars hafa samfélagsmiðlafærslur helstu ráðamanna landsins verið alveg keimlíkar síðustu vikurnar. Litlu hjarðdýrin í þessum blessaða þingheimi. Þetta eltir allt skottið á hvort öðru. Allir sprangandi í útlöndum, allir út á golfvelli eða í laxveiði, allir hýrlegir í gleðigöngu, já, eða allir að þykjast njóta fjölskyldusamverunar, allir út að viðra loðbörnin sín og allir að hlaupa maraþon. Come on, krakkar, kann enginn að hugsa út fyrir kassan og gera eitthvað annað en allir hinir. Hanna Skata, veiðigjaldagella og Dagur B. Eggertsson eru greinilega eina hugsandi fólkið þarna. Þau sýndu allavega frá því þegar þau fóru í leikhús í sumar, ekki samansamt. Hanna Skata, hún fór að sjá Þorskasögu, mjög viðeigandi, en Dagur reyndar fór ekki í leikhús til að horfa á leiksýningu, heldur fór hann í leikhús til að vera gestaleikari í leiksýningu. Eitt sinn aukaleikari, ávallt aukaleikari. Já, ég vildi ég væri þingmaður eins og Dagur B. Fá aukalangt sumarfrí og þiggja fyrir það fé. Já, ég vildi ég væri þingmaður eins og Simmi G. Fá megalangt sumarfrí en röflut ég með spé. Já, ég vildi ég væri þingmaður eins og Jenny G. Fá svakalangt sumarfrí og taka algjört hlé.
Herðu, já, talandi það Jens Garðar ekki alveg örugglega á lífi. Til hans hefur nefnilega ekkert spurst á samfélagsmiðlum síðan 11. júlí. Ekki alveg full ástæða til að hafa ágjör af því? Og kannski bara orðið tímabært að senda út sérhæfðan leitaflokk til að fínkemba Eskifjörð og nærsveitir. Manni eiginlega bara alveg hætt að standa á sama, sko. Simmi Dabbi kemur sennilega allt annað en endurnærður undan sumri því það eina sem hann virðist hafa eitt sumarfríinu í að drekka Monster til að hafa næga orku í að hamast á lyklaborðinu og láta í ljós skoðanir sínar á hinu ýmsa og þá sérstaklega Úrsulu von der Leyen og ESB vegferð Íslands. Vígburt Satan! En reyndar skellt hann sér líka í alvöru tjaldútilegu með kollegum sínum í miðflokknum og bara sýndist vera í miklu stuði. Sjá þessa dúllur, allir glaðir með glöðum. Simma Dabba til ófögnuðar var hápunktur sumarsins hjá þeim K-Frost og Toggu Gunn án efa heimsókn ESB drollunar. Þarna voru 3 drottningar samankomnar, bara eitthvað að óna heiminn, bara woo! Sannkallað svona girl math í gangi og svo ógeðslega gaman hjá þeim eitthvað að bara, þú veist, manni verður hálf flökurt. Logi Einarsson skipti heldur betur takt í sumarfríinu og gerðist ávaxta á grænmetisbóndi í Eyjafirði, dugnaður í þessum gæja alltaf. Hann hefur alltaf verið svona smá framsóknarmaður inn við beinið. Ég hef aldrei skilið af hverju pólitíkin ekki líka bara aðeins meira eins og fótboltinn. Núna væri til dæmis alveg kjörið að opna félagaskiptagluggann og svissa hölluhrund og loga á milli flokka. Þú veist, kannski bara á láni eða eitthvað. Rósa Guðbjarts alltaf til í að taka góða stationhelgar þar sem ríkir botn- og bremsulaus gleðskapur eins og var raunin á bæjarhátíðinni þarna, Hjartað í Hafnarfirði eða hvað sem hún heitir. Og ef marka má stórið hennar á þeim tíma var bara dansað upp á borðum. Hún mikil stemningskona, en í sumar þá fagnar hún líka perlubrúðkaupsafmæli. Þarna ástin á lifandis lífi, sko. Elsku sumarstelpan okkar og ljón Injan Inga Sæland átti afmæli fyrr í mánuðinum. Til hammo með ammó. Aldurinn skiptir hér engu máli. Það bara reynslan sem blífar. En Inga, hún naut sín í döðlur í sumar. Vann reyndar dagurinn löng í sumarfríinu, eina raunverulega gælan sem að vinnur fyrir laununum sínum hérna á Alþingi. En hún virkaði samt bara alveg borubrött á Tenerife. Þrátt fyrir að vera slökkvandi elda heima á Fróni á meðan. Græst, sko. Eru til ykkur lifið þessari stjórnarandstöðna? Maður bara spyr sig. Sjálfu kongur Íslands, Pavel Bartosek, var ekkert að gaufa við sjálfurnar í sumar. Traustur og áreiðanlegu maður líkt og alþjóð veit. Hann bregst sko ekki. Hann tók vinnuselfie, hlaupaselfie og í það minnsta 2 strætóselfies. Það ekki hægt að biðja meira. Þvílíkt work of art, þessi elska. Takk, Pavel. Gummariða með heiðarlegri mönnum, hann segir bara nákvæmlega það sem honum býr í brjósti eða allavega svo næstum því. Á Facebook og dögunum opnaði hann sig tillökun sína fyrir haustinu. Hann myndi náttúrulega aldrei segja það beint en það skín algjörlega í gegnum orð hans hvað hann ógeðslega þreyttur og komið nóg af börnum í sumarfríi sem terrorisera heimilið og vaði upp allt og endalaust þarf að hafa ofan á fyrir. Veistu það tengja margir við þig, elsku kall. Og það bara gott að þú sért ekki þjáður af rútínukvíða í ofanálag eins og margir aðrir. Þú ert greinilega bara fæddur reddi í orðahríðinu á þinginu og við erum þakklátt fyrir það. Okkur þágufallssjúklingunum, mér og menntamálaráðherra, okkur hlakkar líka rosa mikið til. Þú færð Bosch bílavarahluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Bosch. Tax-free veislan í Húsgagnahöllinni hefst á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili. Þetta snýst ekki hvert við förum, heldur hversu langt við komumst og minningarnar sem við sköpum. Raforka sem knýr okkur áfram og við öndum að okkur augnablikinu. Hekla. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Upplifðu hámarksstempun og þægindi. Sportís, Skeifunni 11. Komiði sæla 9. Hér ég komin með frábæra gesti til þess að hefja leika þetta haustið í okkar ágæta þætti. Það kom úr ólíkum áttum en þau eru bæði fjölmiðlamenn. Hjörvar Hafliðarsson sem stundum nefndur Dr. Fútból og svo María Sigrún Hilmarsdóttir sem við þekkjum á skjá allra landsmanna hjá RÚV. Komið þið sæl blessuð. Takk. Ég vil taka reynda fram, María, að þú
sést ekki mikið á skjánum þessa dagana af vondum, slæmum ástæðum? Já, ég hef bara ekki mætti vinnu síðan páska eða rétt fyrir páska því að ég slasaði mig illa hérna páskana og bara enn að súpa segja því. Já. Og ég bara get ekki mætt til vinnu fyrir í gormánuði. Já. Fyrir þá sem ekki vita hvað það þá það eftir miðjan október. Já. Og ég bara samt núna búið að gera við það sem þurfti að gera við. Það var bæði ökklu og hné og nú ég bara svona í endurhæfingu og að hérna ná mér aftur á lappir hérna en á hækjum. Þú fékkst slæma byltu á sjálfum Snæfellsjökli? Já, á föstudaginn langa sem kannski segir manni að maður á ekki að vera að gera neitt á föstudaginn langa. Nei. Og hérna, það brást eitthvað skíðið hrökk ekki af fætinum eins og á að gera með þeim afleiðingum að hann snerist 180 gráður frá hné. Þannig að þetta dæmi til að kenna fólki á þessa gömlu reglu að fólk hafa hægt sig og gera lítið á föstudaginn langa? Já, bara fara með bænina sínar og vera með sín nánustu. Abraham Lincoln fór flatt á þessu 1865. Hann fór í Ford-leikhúsið á föstudaginn langa og við vitum öll hvernig það endaði. En það samt bara, maður verður bara að vera jákvæður og fara inn í þetta, þú veist, að líta á hvað maður getur þá gert. Maður getur átt meiri tíma með sínu nánustu fjölskyldu og vinum og mér hefur nú lítið leiðist en ég get alveg viðurkennt að mér finnst hundfúlt að vera ekki í vinnunni því að það hefur nú bara alls ekki verið nein gúrka í sumar, í fréttum. Bara þvert á móti. Þú veist, það búið að vera bara hvert málið á fætur öðru og aldrei lognmolla. Þú veist, við getum bara talað hérna tollastrið, Gaza, þessi morðmál, veiðigjöldin og pólitíkin ætla bara ekkert að komast í. En ef þú hefur svona þörf fyrir að segja það sem langar að segja, á hverju ertu bara ekki með mæk heima og rattar bara. Já, það væri, kannski væri bara þú veist, með betri tekjur og meira áhorf ef ég væri bara í glugganum heima að ranta í mikrofón og tala eitthvað fólk þar. Doktor, hvað? Ég veit ekki hvað, ég ekki búin að hugsa þetta alveg til enda en ég bara mjög ánægð með vinnu og ég hlakka til að mæta af til leiks en eins og ég segi, þetta búið að vera mikið fréttasumar, þú veist, og líka þessar friðarumleitanir, Evrópumálin og ég held að við séum bara ennþá með timburmenn eftir þessi þinglok í sumar. Það voru bara merkilegt að sjá hvað gerist núna í haust þegar þing kemur saman. Og þannig að þú veist, þetta hefur alls ekki verið gúrkælt, það hefur meira verið bara svo steik með frönskum og bernesósu fyrir fólk sem er fréttaþyrst. Þetta er bara aldrei dauðstund. Og þú kemur tilbaka eldsbúandi í október. Sjálfsögðu ger ég það. Já. Það er ekki víst að ég komi alveg í fullt starf frá fyrsta degi en ég mun koma mér það markmið mitt að koma að fullu afli aftur í vinnuna. Já, og það þá fréttalestur og fréttalflutningur ýmiss konar. Já, fyrst og fremst náttúrulega að finna fréttir og skrifa þær. Já. Lesturinn er sjálfsögur hluti starfsins en sannarlega alls ekki sá veigamesti. Nei, þó hann sé kannski svo sýnilegasti. Já. Sumar frí, það er eitthvað sem að menn þekki ekki á vettvangi Dóttarfútból, það er þess á milli sem þú dröslast á milli golfvalla að berja kúlur og þá ert þú með þína útgerð í gangi? Já, á fullu en ég hápunktur sumarsins var án efa að fara á Oasis á þeirra heimavelli í Manchester. Já. Það var svona biblíukend upplifun. Var það? Já, það var ótrúlegt. En þetta er ekki skemmtileg hljómsveit? Þetta er stórkostleg hljómsveit og þetta er náttúrulega stefið í gegnum all mín úrlingsár eru lögin frá Oasis og formið sem þeir voru í þarna, þetta var með ólíkindum og líka sjá það á heimavelli á Heaton Park í Manchester var einstakt en ég hef verið töluvert út á golfvelli. Mér bauðst að fara á svo tónleika, mér datt það bara ekki í hug. Já, ættir að gera, ég spá að reyna að fara aftur, ég reyna að fara aftur í lok september á Wembley, þannig að sjá það á útivelli. Ég byrði að hilsa. Já, en ég var alveg verið að spila golf en þetta er náttúrulega orðið þannig að þessi bilun í golfinu er orðin slík að það er allir í þessu. Og það er einhvern veginn, við þurfum einhvern veginn að fækka fólki. Ég vil kannski fara að vera með öflug nýliða námskeið, þannig að ekki erfiða fólki að byrja í íþróttinni. Bara inntökupróf? Einhvers konar inntökupróf, eins og þekkist held ég í Danmörku og Svíþjóð. Hvað heldur að kennarasambandi myndi segja við því? Já, það er bara að kyngja því. Við þurfum bara að setja einhvern standard, þannig að menn sé ekki að labba með kerrurnar inn á gríninn og annað slíkt. Er þetta orðið stjórnlaust á golfi? Já, þetta er kannski alls ekki orðið stjórnlaust, en þetta er mikil aðsókn og það er allir og ammaðir í þessu? Já, þetta er verið of mikið í þessu, þannig að maður hefur verið að vonast til að patilinn pikki aðeins upp núna þegar aðstæðan í verður honum betri, svo að ríka fólki er mikið að leika sér í tennis, segir maður. Þú veist, í golf og Ísland er ekki fyrir, það er ekki bara eitthvað stórefnað fólk í því, þetta er mikið alþýðusport á Íslandi sem er mjög skemmtilegt. Þessi Ísland og Bretland svona skýrir sig úr þar sem að þetta fyrir bara venjulegt fólk í golfi. Já, við erum nú spila saman. Já, heldur betur.
En ég má ekki snerta kylfuna fyrir bara eftir ár. Það mjög leiðilegt og ég bara býð mín að ég mun sennilega draga svo aftur úr hérna vinkonum mínum sem við byrjuðum allar á sama tíma. Svo þetta verður bara átak fyrir mig að ná þeim aftur að nýju ef ég næði nokkuð tíman. En ég heyrði einhvers að það væri flest, það ekkert land í heiminum með marga golfvelli með við íbúafjölda. Þetta eru 65 golfvellir á Íslandi eða eitthvað álíka. Þetta eitthvað alveg sérstakt og merkilegt í rauninni. Og ég held að þetta sé alveg einstakt og hér hafa sumir sem hafa nú spilað víða sagt að hér sé að finna einhverja fallegustu golfvelli sem getur. Þeir hafa rataði slíka lista, það má nefna Vestmannaeyjar, Brautarholt, Hvaleyrin eru þetta í toppstandi núna. Við spiluðum nú Grindavík og Borgarnes báðir í sumar á góðum mótum og það nú kannski það jákvæða við þennan ofsáhuga hér á höfuðborgarsvæðinu að það þrýstir dálítið nýliðunum út á jarana, þannig að þessir vellir eru að fá aukna þáttöku á sinn vettvang. Já, bara frábær framtaki í Grindavík, auðvitað sérstaklega. Maður hefur alltaf ágjörð að setbergið sé að hverfa. Það er alltaf verið að tala um að sé verið að fara að byggja og ég held að sé búið að hóta mér því að sé verið að fara að loka setberginu á næsta ári, kannski ég held að sé 20. sumarið í röðu eða eitthvað slíkt sko. En það er því mjög vont að missa þá, en nú þurfum við bara, við erum að sjá Suðurlandir að verða svona golfparadís, þannig ég get ímyndað mér að fólk sem er með suðumbústað og svona munu vilja vera á Suðurlandinu, það er eftir með Þorlákshöfn og ég sé fyrir mig að þeir gera þessar Nick Faldo pælingu þarna með svörtu sandana. Ég meina Selfoss er að vera 18 holu völlur, hver að gera skemmtilegt, þú veist svo með Öndverðarnes og Kiðabergið og þú veist með Suðurlandi er að vera ansi skemmtilegt í þessu öllu saman, þannig að það er bjart framöndan en það væri gaman ef kemur fleiri vellir á höfuðborgarsvæðið. Dr. Golf væri kannski hægt að kalla það eftir þessa eldbreytingun en... Nei, ég hef alveg gaman að þessu golfi en fótbolti er nummer 1, 2 og 3 og þú veist, stundum fæ ég alveg nóg á golfi. Þú veist, ég var að spila með í byrjun sumars með hendi mér í hólf með 2 eldri konum og saman þó voru 350 metrar frá þá ákvaður að skjóta á allt. Og ég, á svona 17. hólu á oddinum þá sagði við þær sláðu bara eins langt og þú getur því þú drífur ekki á það. Þá var ég gjörsamlega búinn á því. Þú er búinn að jafna þig. Já. Íslenski boltinn, hann er í gangi. Þú er nú KR-ingur að langfæðgatali. Já, ég ætla bara að viðurkenna hér strax að ég get ekki til miðurs talað um fótbolta. En ég veit bara að hann er hnöttóttur og sonur minn spila með 4. flokki í KR og ég átti bara fullt með að vita hver staðan var hérna okkur Gatorade móti upp á Akranesi fyrir einhverjum vikum síðan. En mér er gaman að horfa myndalega menn hlaupa í grasi. Já. Meira get ég ekki því miður sagt. Ert þú að horfa á þetta út af þessum myndalegu mönnum eða er eitthvað aðra ástæði fyrir því? Það er bara lífstíll og náttúrulega fótboltinn á Íslandi, þú ert væntanlega að fara að ræða hérna vestra og þetta ævintýri á Vestfjörðum. Já, vestfirska efnahagsævintýrið sem að brjótast út í boltanum líka. Já, og Guðmundur Fertram reyndar kom svo inn á það í Morgunblaðinu held ég í gær að hann sagði að það væri vegið að Vestfjörðum núna og hann óttaði stöðuna eftir auðvitað allt sem hefur gengið á íslensku í pólitíkinu á Íslandi. Já, en auðvitað var bara meiri áttar af, ég sá aldrei fyrir mér að Vestfjörðir myndu fá titil í boltanum. Nú eru þeir komin í Evrópukeppni sem þýðir það að þeir munu náttúrulega aldrei fá að spila Evrópuleiki á Ísafirði að þeir ekki alþjóðlegu flugvöllur þar eða neitt slíkt þannig að þeir munu þurfa að færa vellina sína og þeir eru sko ekki bara að færa í Evrópukeppni, þeir eru ekki að færa í sambandsdeildina, þeir eru að færa í Evrópudeildina sem þýðir að þeir fá auka reglíf þannig að munu fullt af peningum koma inn í klúbbin hjá Vestra og þetta er auðvitað bara hrikalega skemmtileg saga að sjá hvað Vestfirðingar hafa gert vel í boltanum því að yfirleitt með lítil samfélög þá fer þið körfuboltan. Þeir lítil samfélög Borgarnes, Stykkishólmur, Þorlákshöfn, Sauðárkrókur. Það er ekkert mál að keppa í körfubolta. Þú tekur bara 4 kana og svo einn Stefán Einar úr sveitinni og lætur að spila. En þarna fara í þetta allra erfiða sem er fótboltinn. Og við höfum ekki fengið sigurvegara af landsbyggðinni síðan 2001. Ef þið kallið Akranes í dag landsbyggðina, í dag er það í raun og veru bara eins og Mosberg var í Kanada. Útkværi. Já, í raun og veru, en allavega, það er síðasta liðið til að vera af landsbyggðina. En þetta er afrek, þessi byggar. Og ofboðslegt afrek, og náttúrulega líka bara afrek þeirra, þú veist, Davíðs Már og hrósa honum, það má þetta líka samma og bara öllum hann á Vestfjörðum fyrir að ótrúlegt starf. Veðjaðu á þá? Ég meina, þú hefur ekki gert ráð fyrir því? Nei, en ég þorði samt ekki þetta peninga á Val. Nei. Það var samt eitthvað sem sagði mér að ég var, ég hélt þessu svona, mér varst þetta að geta enda báðum megin. En svo horfum við á þessi liði deildin og það er bara allir vindur úr þeim eftir hann leik? Já, Valsmenninu leikinn sinn á móti Aftureldingu á miðvikudaginn. Það var mjög þungur róður. Já, það var svona sem þungur róður en svona áður en ég drep Maríu Sigrún fótbolta.
þá töpuðu Vestfirðir fyrir Víkingum og það bara eðlilegast í heimi. Þetta stærsta íþróttamóment í sögu Vestfirða. Það alveg eðlilegt á þriðjudegi settu smá lúin eftir þetta ábyggilega geggjaða föstudagskvöld sem að Vestfirðingar hafa átt. Þetta hafi fengið sér aðeins neðan í því? Ég vona það. Af því að þú upplifir þennan dag kannski aldrei aftur. Nei. Nú enski boltinn farin á stað, ég veit að þú fylgist með honum, þú fylgist ekki með íslensku knattspyrnu. Ég bara fylgist með syni mínum og það nægir mér. Það dugar. Við þurfum að koma honum í ensku deildina. Þú ert komin í samstarfi, nú er þetta komin á Sýn, það er allt brjálað út af Samkeppniseftirlitinu og Síminn og Sýn er að berjast útsendingaréttina þessu, en þú ert að vinna með Sýnrónum og þið eruð að brytta upp á nýjungum. Já, við erum með Doxon klukkan 2 alla laugardaga, þar sem við förum bara yfir allan fótbolta samankomsti, enski boltinn, íslenski boltinn, ítalski boltinn, spænski boltinn, franski boltinn, allt, þetta allt saman í Doxon. Og hér flæðir allum upplýsingunum inn og við erum að fá mjög góðar undirtektir við þessu. Sko, ég heldur að setja vísa í eitthvað sem ég sagði, sem var eitthvað rifið úr einhvern þætti hjá mér, þar sem ég var að setja út á þessa ákvörðun, hvort það var Samkeppniseftirlitið eða fjarskiptastofa, sem ákveða að Sýn verði að dreifa öllu yfir á afruglara Símans. Og þú veist, það mega allir kaupa appið á Sýn, en veist, að setja þetta inn á eitthvað lítið kerfi sem er afruglarar, sem kannski hefur fækkað. Það er hrein sturlun að skilgreina enska boltan sem eitthvað sérstaklega markað sem allir verða að hafa aðgang að. Það er bara íþróttaútsending sem að menn bjóða í og þeir eiga að fá að selja exclusive. Ég meina, en á hverju skilja þetta ekki allir? Nei, það er vegna þess að helmingur fólks er undir meðalgráðu. Já, ég skilji bara, þetta er með ólíkindum, en ég meina, en enski boltin er auðvitað einstök vara, en ég meina, við höfum ekki aðgang að Netflix inn á afruglunum eða Hverjir verða meistarar í Englandi? Staðan akkurat núna, þetta er sko sundagurinn skiptir máli, þetta er auðvitað Liverpool Arsenal. Þetta fer svolítið eftir hvort að Liverpool fá Ísak eða ekki. Og þegar þetta tekið upp, þá er Ísak ekki kominn, þannig að við sjáum hvað sittur. Þannig að þú ætlar ekkert að spá fyrir þetta? Þetta er bara 50-50, Liverpool Arsenal. Ég held að það er bara svolítið. Spennandi. Við ætlum ekki að tala okkar lið United, þeir eru heillum hornir alveg. Já, þeir ákvaða að stipla sig fljótt úr deildabikarnum í ár, vonandi bara til einbytta sig að deildinni. Það veist hvernig þetta er að vera með marga bolt í gangi. Þú vilt fókusa á einn. Já. Nei, þetta er hörmulegt að sjálfsögðu. Fellum þetta tal. Talandum, þú ert frétta vikuna, Marja, þú ert nú ekki að flytja fréttirnar, en það hafa verið mjög áberandi og ítarlegar og velunna fréttir, finnst mér frá öllum miðlunum að þessu svakalega morðmáli þetta í Gufunesi. Er þetta veruleiki sem er að banka upp á hjá okkur einhvern veginn, eða erum við bara að venjast því að svona hrottafengin mál komu? Nei, ég ætla nú bara að vona að við séum ekki að fara að venjast því. Þetta er náttúrulega bara risastór margþættur harmleikur og að lesa þetta er erfitt. Það er átakanlegt að bara lesa hvað atburðarás átt sér hérna stað og ég veist bara bestu handritshöfundar í Hollywood sem fengu það eina verkefni að gera eitthvað hrottalega bíómynd, þeir ættu bara næðu þessu mögulega ekki. Svoleiðis að maður fyllist bara sorg og þetta er ungt fólk og það sem ég hugsa þegar ég les þetta, sko, það fæðist engin morðingi, það fæðist engin handrukkari, en það er eitthvað, þú veist, það er eitthvað baksaga þarna, þú veist, saga þessa unga fólks, hún er eitthvað sem við þurfum kannski að beina sjónum okkar af, þú veist, því að það hefur eitthvað gerst í nærsamfélagi þessa fólks sem að leiðir það inn á þessa braut og það er svona það sem kannski situr eftir í mér, þú veist, þegar ég les þetta. Ég á reyndar, þú veist, mjög erfitt með að lesa svona ég skauta svona hratt yfir þetta því mér finnst það bara einfaldlega erfitt, en maður þarf auðvitað að horfast í augu við veruleikann eins og hann er því miður orðinn. Og ég veit ekki hvað skal segja, en mér finnst það svona kannski það sem við getum, þú veist, bara beint sjónum okkur að það er bara hvernig, þú veist, það er eitthvað með þetta fólk, þetta unga fólk, það hefur eitthvað brugðist þeim. Það er eitthvað sem að fer alveg í klessu. Af því að það, eins og ég segi, þú veist, ég trúi því að það sé svona hægt að koma í veg fyrir mjög mikið af svona vandamálum með einhvern veginn, þú veist, réttu. Það er eitthvað sem hefur brostið, bara því miður. Það er aðal meðferð í málunni í dag og það má gera fyrir því innan fara vikna þarna fallið mjög þungi dómar og það er bara vonandi að þetta verði ekki daglegt brauð hér. Talað að bregðast börnunum, það er gríðarlega umræðan hún í gangi menntakerfið.
þú ert Kópavogsbúi númer 1 og í húð og hár bæjarstjórinn ykkar og hún hefur bara tekið sér rögg og er bara að setja á samræmt próf en maður tekur eftir því í öllu þessu argaþrasi þar sem menntamálaráðherra viðurkennir að hann hvorki geti né nenni að setja sig inn í mál varðandi samræmt próf eða PISA-kannanir og annað að kennaraforystan og liðið sem stýrir þessu kerfi það rís bara allt upp á afturlappirnar og segir fólki að taka ekki þátt í umræðunni á sama tíma og við sjáum bara að lesskilningi og stærðhæðskilningi og hann hrakar foreldrar og börn skilji ekkert upp eða hvorki upp niður í einhvernagjöf sem er annarkvort A, B, C eða D eða blár, gulur, rauður, grænn og hvað þetta er hvað í gangi? Ég veit það ekki sko, nú er ég með krakka sko á öllum stigum grunnskóla og ég hef einhvern veginn, mér hefur þótt erfitt að átta mig á svona alveg hvað þau standa vegna þess að maður fær þessi bil sem eru gefin eru ansi víð svo að og það er munur á því að fá 7, 5 eða 9 sem er skilst að sé þetta sem heitir B þú veist þetta er ansi víð bil þú veist og það er og maður veit ekki þú veist maður veit ekki alveg hvar barnið er og ef maður spyr þá fær maður ekki endilega svör frá kennaranum. Þú veist, þeir veigra sig við að, þú veist, segja, gefa mann kannski, þú veist, aðeins nákvæmur upplýsingar. Og það má ekki heldur, þú veist, það má víst heldur ekki segja, þú veist, hvar í, með við bekkina eða árganginn, þú veist, hvar barnið er statt, sko. Og maður veit heldur ekki síðan hvernig skólinn sem þau eru í er stattur með við aðra skóla. En er þetta ekki eitthvað mér finnst þetta mjög, það sem mér finnst eiginlega líka bara rosalega skrítið, þú veist, þetta hefur eitthvað farið, út af sporinu og mér finnst það þurfa endur sko þetta. Ég hef ekki, þú veist, menntun í að, eða innsýn í hvað leið kannski sé best í því, en það er augljóst að þarf eitthvað að taka í taumana þarna. En það sem mér finnst, að því svo ég líka stjúpdóttur sem ég var að leiða í gegnum menntaskólan í Reykjavík og hafði bara mjög gaman að því, varð aftur stúdent. En þá, þá áttaði mig líka, þá finnst mér sko eins og það sé svo mikill, sko það væri hægt að kenna miklu meira á grunnskólastiginu. Að því svo kemur framhaldsskólastigi og það er búið að þjappa því saman í 3 ár og það er bara þessi stíft. Ég var sjálf í menntaskólanum í Reykjavík, það tók 4 ár og ég hef aldrei farið í gegnum erfiðara nám samtidig með 2 háskólagráður. Mér fannst þetta bara mjög erfitt. og ég sé, og svo finnst mér krakkarnir mínu verið í hálfgerðu skemmtiskokki þarna í grunnskólanum. Þú veist, ég held að þessi að kenna þeim miklu fyrr, miklu meira. Og ég verði ekki vörfið mikið heimanám eða, þú veist, þau einhvern veginn segja bara við náum að klára þetta í skóla. Ef við náum að klára verkefni í skólanum, þá þurfum við ekki að gera þetta heima. Sem verður svolítið til þess að þau einhvern veginn ná því, blessunulega, en þá koma þau ekki eins og heim með bækurnar. Þú veist, þannig að ég hef ekki yfirsýn. Og þetta finnst mér, svo mæti maður á foreldrafund og fær bara að heyra að þetta bara gangi fínt og rosa, þú veist, þannig að ég held að þurfi bara aðeins að fara markvissar í þetta og ég velti fyrir mig hvort það væri hægt að taka eitthvað af framhaldsskóla pensuminu og færa það eins neðar og eins og við sjáum líka við berum okkur saman við önnur lönd þá og foreldrar sem þekka það sem hafa kannski flust til útlanda og sett börnin sín í alþjóðaskóla eða skóla í öðru löndum og þau koma svo tilbaka þá eru þessi nemendur jafnvel 1-2 árum á undan í þessum fögum sem eru mikilvæg. Þetta er góð punktur. Það er eitthvað ójafnvægi þarna sem bara þarf að skoða en ég skal ekki segja hvernig best að gera það. Það er áhugavert það sem hún segja með því að maður er oft marga vinir sem hafa búið erlendis og þeir svona tala að svona aga og annað slíkt að þú veist, úti séu það kennarinn sem ræður en hér séu það börnin sem ráða en ég veit ekkert menntamál og það sem kannski sorglegast að ég veit að samtöfla meira menntamál og það menntamál. Þannig að það er nú kannski svona grátlegi parturinn. Þú segist ekkert við það? Ég veit ekkert, já, en ég er bara búin að svona... Þú samt betur en nýður. Ég er bara gaman, þú veist. Þetta er eini maður sem ef ég sé að það er eitthvað viðtalið eitthvað, þá íti á play. Já. Af því að maður á vonu á einhverju góðu. Og náttúrulega fengu það náttúrulega einhverju þessar veislu að daginn, þar sem hann sagðist nú bara ekki reyna að nenna því að aðtuga á hverju. Ég meina, ímyndi ykkur bara ef Hansi Flick stjóri Barcelona myndi segja, þið alltaf að fá okkur mörk hérna fyrir varnarlínu svo hátt uppi. Hvað er í gangi? Já, ég nenni ekkert að kíkja á það. Þú veist, hann bara rekinn daginn eftir. Og bara einhvern veginn. En eins og ég segi, ég veit ekkert, en ég er svona, ég svipa vel að mér og þarna komum við kannski aftur líka að þessu ég hef gríðarlega ágjör af, sem við bara þessi skautun eða polarisering sem er að verða, finnst mér alltaf, sko meir og meiri í íslensku samfélagi. Þú veist, það er eins og séu bara 2 lið á Íslandi, það er góða fólkið og það er vonda fólkið. Og mér finnst einhvern veginn öll umræða ætla að rata inn í þessa hópa. Ég byrju, nú skil ég ekki alveg, hvað, þú veist? Nei, ég bara segi til dæmis, þú veist, eins og
þú veist, þetta bara eins og til dæmis Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi sem kemur fram í fjölmiðlum og segir ég ætla að setja samræmt próf. Þá í staðinn fyrir nákvæmlega að segja að það skapist eitthvað, þú veist, málefnaleg umræða eitthvað svona, þá stíga bara, þú veist, þeir sem eru á móti þessu algjörlega upp og, þú veist, keyra þetta einhvern veginn niður, þú veist, þú veist, getum við ekki, sko reyndi eins og ég held að þetta sé aðeins, bara þetta á við svo mörg mál sem við erum að fjalla þú veist, útlendingamálin, menntamálin, Evrópumálin, þú veist, það þarf alltaf bara annarkvort ertu þarna hinum megin og það ertu svo miklar öfgar, þú veist, umræðan og ég velti í stundu fyrir mig, þú veist, með stöðu fjölmiðla, þú veist, þetta að verða rosalega flókið og ég veit ekki hvað, þú veist, þessi breytta fjölmiðlanotkun, þú veist, við sjáum bara þessi hefðbundnu fréttamiðlar, útvarp, sjónvarp og dagblöð, þú veist, eiga betur högg að sækja og eru, þú veist, í ykkur svona tilvistakrísu og fjárhagsvanda, þú veist, á sama tíma og samfélagsmiðlar og hlaðvörp eru bara, þú veist, þvílíkt að sko blómstra í raun og veru og skoðanamyndun fólks meira og minna færast verða til þar. Og ég velti fyrir mér, þú veist, hvort það var bara, þú veist, og þetta smá sem við erum að læra að nota þessa miðla og ég stundur líkt þessu við bara eins og unglingadrykkju. Þú veist, þú ert eitthvað nýtt og spennandi, þú vilt nota þetta, þú veist ekki hvað, þolir eða hvað, þú veist, og kannski erum við bara öll í, þú veist, dauðaherberginu á framhaldsskólaballi núna. Allir þínir hlustendur eru í dauðaherberginu á framhaldsskólaballinu. Nei, þú veist, þetta öruglega, þú veist, síðan vonum þetta verði nú allir góðs. Þú veist, en þetta býður upp og þessi upplýsingaóreiða sem ég bara skítrætt við, þú veist, að því að og það verður einhvern veginn að, og ég velti því fyrir mér hvort það var betra þegar það voru bara, flokksblöð og þú last þau með gleraugum, þú vissir hvaðan upplýsingarnar komu og hverjir voru á baki fjölmiðlan og gasti einhvern veginn, þú veist, núna þetta allt svolítið, óljóst og eins og ég segi, allt þetta, þessi nýja miðlun, ég meina, krakkar og bara fólk bara allt kannski upp okkar aldri bara, þú veist, þeirra heimsmynd og þeirra skoðanmyndun hún á sér stað, þú veist, hvað birtist þeim á TikTok? Erst þú á TikTok með þitt og? Já, Dr. Fútból er á TikTok, já. Ekki ég persónulega, en ég set það fer þangað. Það fer þangað, já, og það virkar? Það virkar mjög vel, já. Það virkar mjög vel hérna á spursmálum. Við höfum náð til uns reyndar, það góða að við höfum farið inn á TikTok og með ákveðna klippur sem hafa vakið miklu eftirtekt. Já. Og það er dreigið ungt fólk að þættinum. Já, sannarlega. Það fólk núna að hlusta á ykkur, tala ensku knattspyrnuna og upplýsingaorðið. Og þetta, þú veist, ég vona að þetta verði til góðs. En ég held við séum núna og við sjáum líka hvernig þessar hugafarsbyltingar, þú veist, maður horfir á þar koma og fara, svo vók og annað, þú veist, þetta svona það bara eitthvað svona rosalega gerjun í gangi í þessari og ég bara velti fyrir hvaða áhrif hefur þetta á skoðanamyndun ungs fólks og pólitíska afstöðu þeirra og hvað áhrif hefur það síðan á lýðræði til framtíðar. Þú veist, þannig að ég skrifaði nú heila mastersritgerð þetta nákvæmlega í fjölmiðlafræði, þú veist, þannig að þetta breytir svo hratt, við náum ekki einu sinni að fylgjast með, þú veist, breytingunum. Nei, en eins og ég segi, ég ekki að segja þú veist, bara á miðöldum voru þeir sem sátu inn að lesa bækur sem settur aumingjar, sko, bara farið út að vinna, ekki verið það inn að lesa. Þú veist, er þetta bara það, þú veist, að því við erum að banna börnum okkar að vera í skjám og þau eru náttúrulega, þau læra eitthvað að þessu, sko, ef maður velti fyrir sig gæði efnisins sem að taka inn. Já, og það séu sannar og réttar upplýsingar og staðreyndar og allt það. Varðandi menntakerfið, þá skal tekið fram að Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins, hann hefur búið að koma sína hingað í spursmáli næstu viku. Þannig að þá ætla ég að fara yfir þessi mál út frá því sjónarhorni. En ég tek undir það að það hefur verið dálítið erfitt að eiga umræðu vegna þess að hún skotið niður, þeir sem að vilja taka þátt í liðskiptingar sem ég er að segja. Og svo fólk bara í sínum bergmálshellum, þú veist, og þér ekki, og það verður ekki málefnaleg umræða svo margt. En Morgunblaðið hefur reynt að fjalla þessi menntamál með hlutlegum hætti. Við bara fáum okkur yfir okkur skæða drífu af allskyns óyndis athugasemdum frá forystumönnum í kennarastétt og kennarsamböndum og annað þetta úr. Sem er alveg þurrlega. Já, það er með. Við verðum að geta talað um þessar hluti. Þú veist, ef fólk allar að móta ykkur að stefna og taka skynsamlegar ákvarðanir, þá grundvallast það því að fólk geti átt fordómaleysa málefnalega umræðu öll þessi mál. Var það ekkert þannig, ja? Var ekkert Var það eitthvað meira í nota? Ég bara er að segja, mér finnst þessi skautun og fólk verður, þú veist, það fer onni í sínar skotgrafir alltaf snemma í umræðinni og svo er það bara fast þar. Það skiptir meira máli. Hver segir hlutina? Heldur hvað menn segja? Svolítið.
Haustið framundan, hætt á því að vextir verði hækkaðir, núna eftir að fá dagur kynnt nýtt fjárlagafrumvarp á hana, hvernig lítur haustið út að eitthvað mati? Sko, þú er búin að fara í menntamálaráðherra? Já, ég er búin að fara í menntamálaráðherra. Sko, ég er alltaf að lesa jákvæðar viðskiptafréttir á Íslandi nú. Það er þarna meðtagnaður í Arjón og það er svo eitthvað gengur vel þarna og besti fjórðungurinn þarna og allt. En allt svo fyrir maður í keldun og það er allt rautt. Það er allt rautt. Í Kauphöllunni? Já, í Kauphöllunni, já, fyrirgefðu. Þú veist, í þegar Alvotech komið undir 1000 kalli. Ég meina, Amarok er búið að vera svona síðustu, 3 mánuði eða hvernig það. Það er allt rautt. Krónan hins vegar stendur þetta einhvern veginn af sér. Sem að svona sterkast í gjaldmiðill í heimi? Sterk, já, bara. En ég skildi ekki. Það er allar þessar jákvæðu viðskiptafréttir að koma inn. Og manni finnst einhvern veginn, þú veist, ef ég væri bara að lesa viðskiptablaðið, þá myndi ég halda að það væri bara allt í einhverju toppmálum minna. Svo leiðum maður kíkir á markaðinn, þá er allt meira og minna rautt. Hvað er grænt síðustu mánuði? Hvað er það? Það var hann reyndar, við varum ánægð fjármálaráðherra, hann sagði bara við mig, þetta er sure thing, keyptu hérna Íslandsbanka. Það er eina svona, og þú gerir eina betti, þú veist, ef fjármálaráðherra kemur út og segir þetta sé sure thing, hvað er að þér þú ert ekki með? Þú veist hvað? Þetta er bara frábært, farðu í þetta. Þetta var nú hrettar í miðjútboðinu. Já, ég veit, þetta er í miðjútboðinu. Ekki alveg sem að það staðist lög. Það var rosað, en nei, þetta er mjög skrítið, eins og ég segi, maður er alltaf þessari jákvæðu fréttir og maður hefur bara, þetta er ekki nógu gott. Nei. Já, og svo hef ég líka verið, þú veist, að klóra mér í kolli með þessum heimsmálum. Þú veist, ég er bara alveg með smá svona kvíða, þú veist, og... Hvað er að frétta það þann? Já, sem veldur kvíða? Hvað veldur kvíða? Er ekki verið að klára þetta í Úkraínu og Rússlandi? Já, sko, það er nú eitt, þú veist, og mér fannst til dæmis eins og þegar ég horfði þarna þegar þið voru að hittast Trump og Putin í Alaska, þú veist, mér fannst sá fundur bara einhvern veginn, ég horfði á þetta og mér fannst bara svona væri, þú veist, einhverju foreldrar tala skilnaðarbarnið, Úkraínu eða Evrópu sem var ekki svona á svæðinu, það hafði ekkert um það að segja, sko. Og mér svolítið svona, þú veist, ég verði einhvern veginn svona smá hrædd ég hugsa sko, þegar hann svo óútreiknarlegur, hann Trump, og maður einhvern veginn, sko, hefur það svona smá svo tilfinningu að hann sé að reyna að leysa þetta þú veist, stöða þetta stríð á forsendum Pútins. Og og mér finnst og svo er hann bara, þú veist, hann er bara, þú veist, einhvern veginn búin að koma, þú veist, hann er svona með þessum, já, mér finnst aðeins að sé bara svona mörka sjálfstraustið úr Evrópu, bara álfunni. Ég meina, alveg eðlilegt, hver er leiðtogi í Evrópu? Þetta er leiðtogalös álfa. Ursula von der Leyen? Nei, ég meina, þetta er bara eitthvað djók. Já, þú veist, þetta er bara stað, sko. Ég er alltaf út í Bretlandi, það er Keir Starmer. Sko, ömurlegu stjórnmál. Ég meina, þú veist, þetta er bara eitthvað sem hefur verið að gerast svolítið svona, sennilega hefur, þú veist, margra, þú veist, að Evrópa hafi bara svona sofna á verðinum síðustu árin og maður kannski, þú veist, ég upplýttir eitthvað svolítið eins og þeir Trump og Putin, þeir bara, þú veist, líta á Evrópu svo þemagarð, þú veist, þetta er bara svona, þú getur fara að smakka alls konar mat og séð ólíka. En Evrópa skiptir auðvitað ekki eins miklu máli í dag eins og hún gerði og við höfum kannski haft til okkar sjálfsmynd að því að Asía farið mjög vaxandi. Nú er Trump að leggja mjög harða toll á Indverja til þess að reyna að svæla þá út úr þessum olíusamningum við Rússana. Er ekki líklegast að þetta Úkraínustríð verði bara stöðvað með peningum en ekki einhver öðru? Að þetta verði bara þannig að rússarnir og finnski Seðlabankinn meðal annars verið að þetta. Já, við vonum allavega að það verði ekki stöðað með mannslífum, sko. Þú veist, en ég bara segi, sko, þetta er það þarf einhvern veginn, þú veist, og svo blandast inn í náttúrulega þetta Evrópuaðildar, umræðan Evrópuaðild okkar Íslendinga og ég veit ekki, þú veist, mér finnst þetta bara, þetta þurfi svona þess að, og við sem þjóð þurfum, mér bara krossbrá líka þegar ég flutti fréttir af þessar uppbyggingu sem á sér stað þarna í Keflavík og þú veist, menn er ekkert að búa til eitthvað birgðargeymslur upp á fleiri þúsundi fermetra til að bara kitt til að búa til flugvöll. Einmitt, færanlegan neyðarflugvöll. Bara það er að rigga upp nýjum flugvelli með litlum fyrirvara, þá er í þessum geymslum, stálgrindarhúsum, allt sem til þarf til þess. Það er vegna þess að búa sig undir það Keflavíkurflugvöllur verði tekin úr notkun. Og sama meðan það er verið að gera þarna stærsta viðlaugkant í Helguvík fyrir stærstu herskip NATO. Mér finnst bara svo erfitt að bara
að vita þetta En það nauðsynlegt að upplýsa fólk þetta. Við höfum verið dálítið og meðan að Vinstri grænir voru hér með forystumenn Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, þá var þagað yfir þessu. Þjóðin var ekki látin vita af þessu. Það ekki alvarlegt mál. Ég komst að þessu bara þegar að þarna það var búið að slíta stjórnarsamstarfinu síðast. Þá bara opnuðust einhverja gáttir og ég fekk fullt af upplýsingum. En þetta bara samt og það mikilvægt að við tökum hanskana af og tölum þetta, þú veist, og staða Íslands, bara landfræðileg staða Íslands ótrúlega mikilvæg, þú veist, og við þurfum bara einhvern veginn að bara anda rólega í gegnum, þú veist, það má ekki hrista taflborðið eitthvað mikið núna, þú veist, við þurfum bara aðeins að átta okkur á, sérstu okkar og reyna að vera ekki að augra einum eða neinum og halda bara friðinn, sko, því að það að hitna í kolunum, sko, beggja vegna allansála. Ég held þessi áhyggjur þínar á svolítið vaxja því þú haft mikinn tíma til þess að pæla í þessu öllu saman. Og ég held að við venjulega fólki erum ekkert að pæla í þessu. Já, það rétt. En ég heyri það þarna, það eru miklar áhyggjur, ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég hins vegar hlakka til. Ég veit ekki hvort það hefur séð það. Donald Trump var að hitta Gianni Infantino. Hann sagði HM fótbolta, it's gonna be like 104 Super Bowls. Það eru 104 leikir á HM næsta ári, 48 leikir og hann að fara að bjóða heiminum til Bandaríkjanna. Og ef þú myndir vissir ekki betur, þá myndir halda að HM væri bara í Bandaríkjunum, en það að sjálfsögðu í Kanada og Mexíkó líka. Þannig að það verður mikil hátíð þar í bæ. En já, ég alveg salir rólegur, en þetta er auðvitað svolítið áhugaverð þessi blaðamannafundur sem það sér, þegar hann stillir upp öllum þarna fyrir framan sig þarna Evrópugum og setur sjálfur og setur á svona lærri ykkur á kolla og svona lága hægindastóla. Já, og messar einhvern veginn yfir þeim. En þau láta sig hafa þetta. Já. Hann ótrúlegu maður sannlega. Hann verður tekinn hér til umfjöllunar úr ólíkum áttum í vetur á þessum vettvangi, gerir ég ráð fyrir. Ég meina, það er náttúrulega Bandaríkjaforseti hefur bara ekkert verið í fréttinni þegar Joe Biden var þarna. Það varð ekkert var við Ameríkuforseta. Ég vissi ekkert þú veist. Nei, hann vissi ekki af því heldur. Nei, hann vissi ekki af því heldur, þú veist, og núna einhvern veginn færi hann allt saman í fangið. Trump búinn að leysa þessa áratuga deilu hjá Aserum í Azerbaijan. Hann að setja þrýsting á Ísraelana. Segjum svo að komist á vopnahlé eða einhvers konar bakslag fyrir Rússana í Úkraínu. Ekki bara nauðsynlegt fyrir norsarana að veita honum friðarverðlaun? Sem hann virðist reyndar óska mjög stíft eftir sjálfur. Já, maður skal ekki bara vanmeta hans völd, sko, þú veist, og hvað hann getur. Hann hefur í krafti embættis síns og þá hefur hann möguleika á að gera hluti sem aðrir geta ekki. Og við vorum bara vona að hann nýti þetta góðs. Það var einhver finnskur ráðherra sem að setti þetta alltaf skemmtilega, svona áhugavert upp. Það ætla ekki að segja skemmtilega, þetta sem var að tala hvað það var mikið landsvæði í Úkraínu sem þarna undir. Sáðu þið, það var að tala um þetta Georgíu, Suður-Karolínu. Alexander Stubb. Partíforsetinn Tara Reid, hún hætt þarna hjá... Það held ég. Það var partíforsetinn hann í mörg ár. En það var svona mjög áhugavert að því að maður þekkir auðvitað, þú veist, fótboltinn hefur kennt manni margt, eitt af því landafræði og maður þekkir þetta Donbass og þetta öðru, það ekki? Flórida. Og þetta setti þetta allt saman í smá samhengi fyrir mann að hvað þetta í raun og veru mikið svæði undir í Úkraínu og það er svona, ég skal alveg viðurkenna það opnaði þessu augun og hjá manni að hvað þetta er mikið sög og líka áhugavert að Andriy Shevchenko, forseti úkraínska knattspyrnusambandsins kom hérna, maður satt lengi og spjallaði við hann var að tala um að helsti vöxturinn í íþróttum í Úkraínu í dag eru þeir sem eru ég veit ekki hvað þeir sem vantar á limi. Aflimaður, já, fótbolti aflimaðra. Og það er bara, hann sagði, þú veist, við erum eiginlega, þar þú veist, eins sorglegt eða kannski leiðilegt og þá er það mest vaxandi íþróttin í Úkraínu í dag og svo bara fór hann yfir þetta, þú veist, það má ekki mæta árundur á leikina því að leið og kemur eitthvað flauta þá verður öllum leikjum verður að vera hægt að hlaupin í eitthvað lítið byrgi og það mega bara vera eitthvað 32 á svæðinu en þeir spila? Þeir spila, en það mega ekki vera árundur því að þá verður þetta bjóða bara upp á einhverja hættu eða hvernig sem það þannig að það var margt sem hann sagði sem svona aðeins opnaði augumanns fyrir það sem er í gangi í Úkraínu. Hafi menn verið í vafa það fyrir þetta viðtal, þá verður það ekki lengur og það er það að lífið er fótbolti. Lífið er nefnilega heldur betur fótbolti og lífið kennir manni allt eins og þú mátt kynnast í börnum þín, þau pabbi hvað er stellingsbundið af því þau eru að lesa hvað leikmenn kosta. Já.
Herru, pabbi, hvað hérna Pólland langt frá Þýskalandi? Það liðið nóg. Þú veist, hvað hérna? Þetta er allt í boltanum. Þetta er allt saman í boltanum. Og svo talandum að leysa ágreining. Kannski að mikilvægast í þessu öllu. Að Trump gæti mögulega leyst þetta PGA-LIV-vesen. Því að núna PGA mótin að fara aftur á Trump. Nú Trump PGA-mótaröðin aftur að fara yfir á í Trump, völlin í Miami. Svo eitthvað að tala að vera keppt the Claret Juggle á Trump Turbury. Og þá svona núna, því að LIV hafa verið einu sem hafa viljað díla við hann. Já, þetta var verið sagt að stærstu vandamáli gegn tínu hafa stundum bara verið leyst þarna í laxveiðinni eða á golfvöllunum. Þá mæli ég nú frekar með golfinu. En nú gerist það í sauma. Ég skil það ekki alveg. Tala þú mikið í golfi? Tala ég? Já. Ég tala alltaf mjög mikið. En svo líka, þú náttúrulega finnast klæddi. Það skilnir yfir hann. Þetta finnast klæddi kylfingur. Við vorum á PGA Katalónia í 22. Heita. Hún var í svona Breiðabliksgrænni æsver úlpu. Ekki Breiðablik hætt. Hún var alveg svona græn. Green jacket. Þetta green jacket, já. Hún var í einhverju úlpu allan tíman. Heyrðu, vinur, hitasveiflan þennan dag var svona 15 gráður. Við byrjum kannski bara hita með eldsnemmu morgun. Það alltaf sjóðurbúr hérna. Það heldur betur alltaf sjóðurbúr, en hún líka sett hann onni af 70 metrum í þessari ferð. Já. Á túrvellinum. Já. Ég held að hafi meira þess að verið var það 73 var það 10. á stúr það sem að Pep Guardiola húsið á hotninu. Jú, fólki kom út af því að öskra þessu hatt fólk býr hérna í glæsilegum viljum allt í kring og kom svo fólk út á svarir af því að Og þú chippaði honni? Nei, hún slæði með úrliðunum. Hún slæði ekki með þetta, hún bara notar úrliðin, hún setti hann úrliðan bara frá 70 metrum. 78 metrar, sko þetta. 78 metrar, rosalegt. Heyrði, áður þetta fer endanlega í vitleysu. Þetta voru stadiumvellum, sagði ekki túr. Þetta voru stadiumvellum sem að Ryder Cup fer fram á. Það grínið á 12. sem húsið hans Pep Guardiola. Já, þetta þá verið 11. Já. Heyrðu, gaman að sjá okkur bæði tvö. Hjörvar Hafliðarsson, María Sigrún Hilmarsdóttir. Við hófum aftur í ykkur í vetur þegar þú eru konar lappir. Þetta búið að vera hressandi, umræða golf, fótbolta, stríðsrekstur og málmál. En hér eftir skamma stund komuðu til mín þingflokksformennirnir yfir 3 stærstu þingflokkunum. Það eru þau Hildur Sverrisdóttir, Guðmundur Ari Sigurjónsson og Sigmar Guðmundsson. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Ég að segja þér Lilli, þetta fáránlega þægilegu pakki. Bara þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni, sko. Ekkert vesen, bara fáránlega næs. Sími, net og sjónvarp í einum þægilegum pakka. Þú getur meira með símanum. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur og Hjörvari Hafliðarsinni fyrir innlitið hér þennan ágæta föstudaginn og hér erum við komin með fleiri góða gesti að borðinu. Það eru þingflokksformenn 3 stærstu flokkana sem sitja á þingi. Það er Guðmundur Ari Sigurjónsson frá Samfylkingu, Sigmar Guðmundsson frá Viðreisn og Hildur Sverrisdóttir frá Sjálfstæðisflokknum. Við ætlum að fara yfir stöðuna í stjórnmálunum því að pólitíkin að fara í fullan gang hér í byrjun september og ekki seinna vænna að draga upp einhverja mynd af því hvað í vændum er. Velkomin, öll sömul. Takk fyrir. Við erum nú aðeins seinna á ferðinni með fyrsta þátt hér vegna þess að við vorum bara svo lúin eftir sumarið. Þið voruð alveg að ganga okkur dauðum fjölmiðlamönnum og þjóðin endar í heild. Mér langar kannski bara til að spyrja ykkur, hafið þið náðu að hvílast eftir þetta hnútukast allt saman? Já, gott sumar að baki, það var náttúrulega frábært veður hérna innanlands og maður búin að ferða sér all landið og gista í tjaldi með krökkunum og hversu mikið maður hvílist svo sem í þessu, en maður allavega tilbúin í að mæta aftur vinnu og hefja störf aftur. Það er öðruvísi þreyta. Það er öðruvísi þreyta. Já, með fullri virðingu fyrir börnunum. Sigmar?
Jú, ég meina þetta var heljarinnar keyrsla á okkur í þinginu þarna undir lokin, svo sem eins og oft þannig að það var alveg ekki þetta neita því að það var gott að komast í frí og maður nýtti það bara til þess að hlaða batterín á þess að ég var ekki duglegur og Guðmundur Ari landið allt, en mér finnst alltaf rosa gott að komast aftur í rútínuna á haustin og þó að þingið hafi staðið lengur yfir og þá fenguðu nú alveg ágætis tíma til þess að hlaða batterín. En það bara tilhlökkunarefni að þetta sé að fara af stað aftur, það gaman að vinna á Alþingi þráttur allt. Rútínan góð öllu leyti nema þá færist umferðin í þann þunga sem við þekkjum á hausti og vetri. Jú, það eru þetta hluti af því sko. Ég býr reyndar svo vel að ég losna nú yfirleitt mestu nútana en ég held að það sé svolítið ríkt í okkur öllum bara. Það gott að komast aftur í vinnuna. Hildur, það tilhlökkunarefni í þínu tilviki, verandi í stjórnarandstöðu eftir allt sem gekk á hér í maí og júní? Já, mér finnst haustið alltaf svolítið göldróttur tími og maður fer svona aðeins í svona barni í sér og ætlar að kaupa nýtt pennaveski og nýtt bókstrókleður og maður ætlar að vera mjög duglegur að læra heima og svona, þannig að mér finnst alltaf að fylgja því ákveðin orka sem er tilhlökkunarefni en ég eins og þeir náðu nú líka eins að kúpla mig út eftir allt þetta mjög mikla það verður náttúrulega viðurkennast en það var bara mjög þakklátt, ég náðu að fara með mína fjölskyldu aðeins til Katalóníu og það var bara ágætt að vera bara einbytt sér því að hafa ágjörði hvort 1-2 var með nógu mikla sóluverð. Það var bara þakklátt. Og góður tapas væntanlega á kantinum. Að sjálfsögðu. En þið komið hér skælbrosandi og glöð og sólbrún og útkvíld að einhverju leyti, en þetta var þetta alveg svakaleg aðstæða sem myndast þetta í þinginu við þinglokin og maður upplifði þetta sem svona einhvern algjöran trúnaðarbrest þar sem að þetta myndi og fullyrðingar sérstaklega stjórnarandstöðunar að þessi beiting 71. greinarinnar og annað myndi hafa afleiðingar í framhaldinu fyrir pólitíkina. Einhverju töluðum að þetta myndi lita öll þingstörfin á meðan að þetta þingsæti fram að næstu kosningum. Hafa menn kastað mæðinni, er von á því að menn mætu nú til leiks eins og ekkert hafi í skorist? Hver vil byrja? Ég meina þetta alveg rétt. Þinglokin það var svona kannski meiri harka í þeim heldur en að ég hef upplifað, svo sem ekki verið lengi á þingi en lengi fylgst með, en stundum verður þetta nú svona þarna í þessum sal. En það eru þetta líka alltaf þannig að fólk sér kannski meira þetta heldur en það sem að gengur bara greiðlega og vel fyrir sig. Ég held að það hafi svona kannski skapast ákveðna kjöraðstæður fyrir þessa hörku. Það urðu þetta svona alveg hrein valdaskipti í kosningunum. Það þýðir það að það kemur ný ríkisstjórn sem metnaðarfull og leggur fram metnaðarfulla þingmálaskrá og það var mörg stór og umdeild mál á þeirri þingmálaskrá. Þau eru síðan auðvitað líka með stjórnarandstöðu þar sem að nýjir flokkar eru komnir í það hlutverk og stjórnarandstaðan vill auðvitað líka láta til sín taka og það er hennar hlutverk að veita aðhald og það gerði hún meðal annars með þessu málþófi sem að endaði í beitingu 71. greinarinnar. Ég treysti mér ekki til þess að segja hverjar afleiðingarnar af þessu verður inn í næsta vetur. Það verður auðvitað bara svolítið að koma í ljós. Ég held að það er nú mín skoðun að við þurfum bara öll svolítið, finnst mér, að líta inn á við og reyna að finna leið til þess að vinna betur saman og ég hef nú þá trú að það sé auðveldara þegar heill þingvetur er undir. En það er í sjálfsög ekkert nýtt að það sé harka í pólitíkinni. En þetta ástand sem skapaðist núna, þetta er auðvitað bara svona eitthvað samspil stjórnar og stjórnarandstöðu sem við þurfum bara að takast á við, sko. Hefur stríðsöxin verið grafin? Nei, ég verð nú að segja að mér heyrist kannski ekki á þessum orðum og að segja að það sé alltaf harka í pólitíkinni, já, ég tek alveg undir það en þessar aðstæður og þessar aðgerðir eru fordómalausar í raun. Þannig að ég kannski minnst kannski óþarf að gera lítið úr því að það var staðan sem að kannski við að mörgu leyti til vorum bara sett í og þurftum að bregðast við. Ég held að það blasi við að auðvitað eftir að það er búið að ganga svona fram þá gegn stjórnarandstöðunni auðvitað hefur það afleiðingar. Það er auðvitað þannig. En hverja það verða, já, þá kannski svolítið eftir að koma í ljós hvernig samspili verður núna á nýju þingi
Og það má ekki gleyma að þrátt fyrir að umræðan því miður hérna á sínum tíma í júni og júlí var svona mikið smættuð í að þarna var stjórnarandstaðan bara í málþófi eins og það var bara einhvern veginn einangra frá einhvern veginn öllu öðru sem gerist á þinginu, stenst auðvitað enga skoðun og þannig að við auðvitað vonumst til þess að ef að stjórnarliðar sem ég ger enga athugasemd við að eru annars vegar í meirihluta og eru metnaðarfull en samt sýni þinginu og löggjafarferlinu þá virðingu að mál megi bara fá sína tilhylfu meðferð í gegnum til dæmis nefndir að risastór mál eins og kerfisbreytingin sem veiðigjöldin var fyrir utan að vera sko gölluð og hrákasmíð sem kom allt og seint fram og hefðu farið í gegn sem göllu lög nema á því að við stóðum þarna og svona spyrntum við fótum. Við skulum vona að það endurtaki sig ekki. Því eins og ég segi, við berum virðingu fyrir því að þau eru meirihlutin og það var auðvitað mikið talað það að þau hafi unnið þessar kosningar. Kannski alveg rétt að nefna það var alveg hægt að mynda einhverja aðra ríkisstjórn eftir þessar kosningar en látið það liggja milli hluta. Þau eru meirihluti, þau ráða en þingið þannig uppbyggt að löggjöfin verður að eiga sér bara ákveðin aðdraganda, ákveðið samtal sem var virt að vettugi og var sýnt mikið virðingarleysi. Þannig að við vorum sett í þá stöðu að eingöngu út af því í raun að þrátt fyrir að engum þarf að dyljast að sko tæplega tvöföldun skattheimtu og hverja svo sem atvinnugrein sem undir sjálfstæðisflokkurinn mun alltaf vera á móti því. Það enginn að velkjast í vafa það. En við stóðum þarna því að þarna var einfallega verið að ganga allt of langt og allt of freklega fram gagnvart löggjöfinni og þar það bara hlutverk okkar að spyrna við fótum. Þannig að mér langar nú svona bara að halda því til haga að þetta mun að sjálfsögðu hafa afleiðingar. Það að í rauninni segja við stjórnarandstöðuna þeir skiptið ekki máli. Nú eru þið búin að tala nóg að okkar mati. Það mun hafa afleiðingar. En við skulum vona að stjórnarliðar munu ekki bjóða stjórnarandstöðuna upp á að koma með til dæmis viðlíka mál svo illa unnið og ætla að haga þinglegu meðferð eins og raunin var. Því að þá erum við bara í allt annarri stöðu. Við vorum í rauninni bara bregðast í stöðu sem við gátum ekki gert neitt annað með heldur en það sem síðan gerðist. Guðmundur, það ekki sáttatónn í þessu? Nei, ég bind nú miklar vonir við það að þingstörfum muni ganga betur í vetur heldur en síðasta vor, en ég batt nú líka miklar vonir við það að þingstörfum muni ganga vel síðasta vetur. Það sem kom mér mest á óvart svona verandi að koma nýr inn í þingið var að hvernig stjórnarandstaðan beitti sér gegn málum sem hún jafnvel sammála. Út af einhverju máli sem að hún vildi alls ekki að fara í gegn þó væri mikil pólitísk samstaða innan ríkisstjórnarinnar meðal þjóðarinnar þótt að þetta mál fékk sögulega mesta þinglega meðferð í bara sögu þingmála og var bara vel unnið, fór í gegnum sitt hefðbundna ferli og endaði bara sem gott mál sem var samþykkt og nýtur mikið stuðnings. Að þá einhvern veginn var það til þess að minnihlutin ákvað að stoppa öll önnur mál. Hvaða mál nefnirðu þar sem þeir eru sammála ykkur? Við erum að tala um virkjanamálin. Við erum að tala um útlendingamálin. Við erum að tala um málefni sem snúa að húsnæðismarkaðnum sem við þurfum að grípa inn í og gera bragarbót á. Og þetta allt mál sem dagaði uppi út af því að það var einhvern veginn búin til varðstaða utan þetta kvótakerfi og þessa veiðigjalda umræðu. Það kom mér svolítið óvart. En þú nefnir útlendingamálin svo ég skjót inn í. Þegar þið voruð í minnihluta og nú er þetta dómsmálaráðherra til dæmis, þið lögðust gegn eða stóðu í vegi fyrir því að útlendingamálin næði gegn í þinginu þá, jafnveg þó þið værið í prinsipinu sammála að þér virðist með það sem þið eru að leggja frá núna. Já, sko eins og ég segi, ég náttúrulega kem nýr inn í þetta en eins og það sem maður heyrir úr þinginu sem var þá og þá var náttúrulega ekki samstaða innan ríkisstjórnarinnar að klára útlendingamálin eins og þau litu út og því var auðvelt fyrir minnihluta að spila á það að það var ekki samstaða með ríkisstjórnarinnar að klára útlendingamálin eins og þau litu út þá. En það spilar á það. Þannig að það verið að og þá var sú umræða tekin og þau enduðu ekki með að klára það. Öðruvísi núna, nú var full samstæða að klára veiðigjaldamálið, það var klárað og það bara gott. En nú bara mikilvægt að bæði meira og minnihluti bretta upp ermar og vinni vel í haust. Það þarf ákveðna tiltekt í lagasetningu í ríkisbákninu, bæði sem snýra rekstrinum en líka varðandi lagasetningu og það þarf öflugt samstarf meira og minnihluta svo að sú tiltekt gangi vel. Ég meina það eru ýmis kýli sem við þurfum að stinga á og taka á í sameiningu bara þjóðin allir til heilla. En takið til ykkar sem það sem Hildur nefnir svo varðandi veiðigjaldamáli, þetta stóra mál sem hafa verið lengi minnum haft. Það kemur inn í þingið það voru afbrigðum var beitt, það kom of seint inn í þingið með við það hvað þingsköpin gerir ráð fyrir, það var veittur skemmri frestur til athugasemda. Það kemur ljós eftir eftirgrennslan fjölmiðla að það höfðu ekki verið unnar greiningar á málum þar sem að jafnvel hafi verið fullyrt að slíkar greiningar lagi fyrir.
ekki ástæði fyrir ykkur til að taka þetta til ykkar, þar sé upp á framhaldið og næstu stóru mál sem að þið keyrið í gegn? Sko, það er ekkert nýtt í því að mál koma stundum seint inn í þingið og þetta hefði alveg hægt að færa rök fyrir því að þetta hefði mátt koma fyrir inn. En sko, svo ég bregðist aðeins við því sem að Hildur að segja, þá þetta auðvitað ekki svo einfalt að þarna hafi verið einhver vond ríkisstjórnar valta yfir ofsalega heilbrigða stjórnarandstöðu sem að gerði bara allt rétt og hérna var bara að standa vörð lýðræðið. Þessi málþófstilhneiging sem er inn í þingi, hún hefur alltaf verið og ég meina að það var málþóf líka á síðasta kjörtímabili, til dæmis í útlendingamálunum, svolítið langt málþóf sem að Píratar voru í. Þetta er ekki gott, finnst mér. Þetta tíðkast ekki í löndunum í kringum okkur, en á móti þá þetta auðvitað tæki og tól sem að stjórnarandstaðan hefur og sjálfsagt hennar sterkasta tæki og tól, þannig að við þurfum einhvern veginn að vinna með það. Það voru gerðar breytingar á veiðigjaldamálinu í henni þinglegu meðferð. Það var komið til móts við þær áhyggjur sem að sjávarútvegssveitarfélögin höfðu og það þetta bara eitthvað sem gerist alltaf inn í þingi, sko. Menn eitthvað að tala það, við höfum rétt fyrir okkur af því að það þarf að gera breytingar á málinu. Þinglega meðferðin gengur einmitt út á það að breyta málum og sníða af því vankant að taka tillit til athugasemda og annað. Það er ekkert heilbrigt eða eðlilegt, Stefán Einar, við 160 klukkutíma umræður eitt þingmál þótt að það sé stórt og umdeilt. Ég kann ekki að meta það, en ég bara velti fyrir mér, að því að nú ég að reyna að koma hér sátt á milli ykkar, að svo formaður atvinnuveganefndarinnar, hann stendur í vegi fyrir því til þess að skatturinn sé kallaður til samráðs þetta stóra mál. Eru þetta ekki hluti sem að menn þurfa að taka til sín og segja, heyrðu, ok, hér verið að gera stóra breytingar á skattkerfinu varðandi en atvinnugrein, menn vilja fá skattinn til að ráðslagast við hann. Er eðlilegt að meirihlutin standi í vegi fyrir því að slíkt verður? Svo mikilvægt að halda því líka bara til að haga að það var ekki staðið í vegi fyrir því, skatturinn kom fyrir nefndina og þegar meirihlutin kallaði eftir því að fá skatti fyrir nefndina, þá var það strax boðið að það gert eftir aðra umræðu. En það sem náttúrulega var svo sérstakt í þessu máli var það að meirihlutin lýsti því yfir, hann ætlaði ekki að hleypa málinu í gegn. Og það setur svo stóran stein í allt gangverk þingsins. Því eins og Sigmar kemur inn á, það ástæða af hverju umræðarnar eru 3 og það getur farið nefnd milli umræðana. Það svo þingi getur tekið málið og betrumbætt það og við dæmum mál hvernig það lítur út þegar það samþykkt út úr þinginu, ekki eftir hvernig það lagt inn í þingið og svo sé sagt að út af því að það kom ekki fullbúið inn í þingið að þá megi það ekki fara aftur til nefndar eftir aðra umræðu. Þannig að það eru slíkar yfirlýsingar sem gerðu þetta óhefðbundið, sem gerðu þetta að fordæmalausu máli. Þetta var lengsta umræða í sögu þingsins og það kallar á fordæmalaus viðbrögð líka, það segir sig sjálf. Áhugavert auðvitað dómstólar hafa þurft að taka fyrir út af afurðastöðunum, áhugavert mál þar sem að menn velta fyrir sér að hversu miklu leyti þingið sjálft getur breytt frumvörpum sem að hversu langt þetta að ganga, já. Og dómstólar gáðu ykkur alveg ótrúlega opna heimild í þeim efnum? Já, en það hlýtur það að vera þannig að löggjafinn verður að hafa svolítið vítt og breytt tæki til þess þótt að þarna hafi verið fundist breytingarnar vera ansi miklar en það liggur auðvitað bara fyrir dómur í því. Nei, þú veist, ég sjálfur verið í stjórnarandstöðu. Ég veit alveg hvað það að vera í stjórnarandstöðu. Það gríðarlega mikilvægt hlutverk og það gríðarlega mikilvægt fyrir ríkisstjórn á hverjum tíma að viðurkenna hlutverk stjórnarandstöðu. Hlusta eftir því sem hún að segja og annað. Og ég vil meina að það hafi verið gert, en hins vegar það auðvitað þannig að ríkisstjórnin þarf ekki á endanum að verða sammála stjórnarandstöðinni. Mér finnst það ekki vera ábyrg stjórnarandstöð að segja, heyrðu, á meðan við erum ósátt við málið, þá kemur það ekki í atkvæðagreiðslu. Það finnst mér raunverulega rangt. Og það var staðan sem við vorum í og það var sú staða sem kallaði á beitingu 71. greinarinnar. Ég sé að Hildur algjörlega sammálaður. Nei, því miður ekki og eins og ég segi hér mjög skapandi söguskýring í gangi á hálfu þessara beggja ágætu herramanna. Ég átta mig á því að það væntanlega æra óstöðan að fara yfir öll þessi atriði enn og aftur. Ég held að þjóðin hafi bara kannski komið með pent nóg af þessari umræðu allri og leyfir mér að segja að Alþingi sýndi ekki sína bestu hliðar, sérstaklega þessa síðustu daga þingsins. Ég verð þó að fá að bregðast örstutt í við nokkrum atriðum. Sko, það auðvitað stenst enga skoðun. Þegar það verið að segja, sko, við brugðumst við hinu ýmsa, já, það var eftir að við vorum búin að standa þarna í þessum stól. Það var forseti þingsins sem skast í leikinn aðkomu skattsins. Við sögðum að máli myndi ekki fara í gegn því það var gallað sem reyndist rétt. Þannig að hér ekki verið að hafa rétt eftir. Hér verið að teikna upp aðra mynd en raunverulega var.
og eins og ég segi, það mjög freistandi að ræða þetta hérna alveg á dýptina en ég held að enginn kannski hafi áhuga því. Mér langar þó að koma. Það sem það alltaf verið að tala sko, hversu löng þessu umræða var og stjórnarandstaðan stóð þarna í þessari pontu í alla þessa klukkutíma og allt það. Og að það gerist ekki í löndunum kringum okkur. Nei, það alveg hárrétt. Það myndi heldur ekki gerast í löndunum í kringum okkur að mál yrði lagt fram og unnið eins og það var gert. Aldrei nokkuð tíma. Þingsköpun okkar, með réttu eða röngu, en það þó lögin sem við vinnum eftir þarna á þingi. Þingsköpun okkar gefa stjórnarandstöðinni eitt tæki, sem púltið eða pontan í Alþingisalnum. Eitt tæki. Á Norðurlöndunum eru þessi tæki miklu fleiri, koma miklu fyrr inn í ferlið, þar sem að svona gallað frumvarp hefði bara einfallega aldrei farið inn í þingsal. Og þetta bara mikilvægt að hafa í huga. Það ekki hægt að cherrypicka, eins og því miður, virðist oft vera af hálfu þessari ríkisstjórnar, eitt atriði og fordóma það að einhvern veginn ætla að leggja eitthvað mikið út af því. Þannig ég vildi nú bara nefna þetta. Og svo bara það sé sagt, það enginn að ætlast til. Við vitum alveg að við erum ekki í meirihluta, en það okkar hlutverk að girða af verstu agnúana, ég tala nú ekki ef að það bara blasir við að hlutir séu gallaðir og það okkur að þakka, það út af að við stóðum að sem það var leiðrétt. Annars hefði þetta farið í gegn sem gölluð lög frá Alþingi. Þannig að eins og ég segi, við erum ekki með neitt mikilmennskubrjálæði, við vitum að við erum í stjórnarandstöðu, við vitum alveg hvað til okkar friðar heyrir og eins og ég segi, ef að vinnubrögðin verða með aðeins bærilegri og faglegri hætti, gagnvart bara Alþingi, þá mun stjórnarandstaðan bera virðingu fyrir því og vita líka hvað hennar hlutverk En þú segir að þetta muni hafa afleiðingar, en þú ert ekki tilbúin til þess að útskýra í hverju þær afleiðingar felast. Já, það auðvitað bara þannig að ef að þá einhvern veginn í alvöru að koma þannig fram, að í alvöru að segja að sko ef stjórnarandstaðan búin að tala of lengi út af því að við ákveðum að mynda meirihluta, að þá ætlum við bara stíga inn í það og það eins gott að þau bara taki því þegund og hljóðalaust. Þá mun það auðvitað ekki vera þannig. Við auðvitað höfum bara ákveðin hlutverk að gegna sem við reynum að gera eins vel og við getum. Og ég heyri nú að Sigmar kollegi minn nefndi mjög oft sko þegar í stjórnarandstöðu þegar ég verið ít og takkana. Það auðvitað stendst eða enga skoðun. Af hverju eru þá ekki bara allar stjórnarandstöður öll Norðurlönd og allstaðar bara heima hjá sér sko? Ef þetta snýst bara að greiða atkvæði, jú að Þetta auðvitað mikil einföld. Ég ekki að tala það að kippa þingin úr sambandi eða það sér ekki stað umræðin í þingsali að nefndirnar vinni ekki. En sko, við erum samt í þeim veruleika, Hildur, og það bara þannig að ykkur finnst eitthvað vera gallað, illa gert og ömurlegt. Sem reyndist rétt. Sem að okkur finnst ekki vera illa gallað og ömurlegt og þarna erum við ósammála. Og þá það útkljáð á endanum í atkvæðagreiðslu, ekki með því að kippa þinglegu meðferðin úr sambandi, bara alls ekki. Og þetta endaði alltaf þarna, Stefán. Það voru fjölmörg mál eftir en á endanum snýrist þetta alltaf það að stjórnarandstaðan vildi ekki þessa leiðréttingu veiðigjaldana. Ég meina, við sátum örugglega fleiri fundi, samningafundi heldur en við kærum okkur að muna. Það gekk alveg svolítið mikið á, en ég upplifði að þarna það hafa alveg verið samningsvilji hjá öllum og við gerðum margar atriðinur að þessu, en þetta stoppaði alltaf þarna á þessum tilteknu veiðigjöldum. Og ég verð að taka undir með Guðmundar að það urðu mér svolítið vonbrigði að fleiri máli eins og til dæmis í orkumálum skildi ekki ná fram að ganga. En við verðum auðvitað bara að vinna með það. Nei, þetta ekkert með ólíkindum. Við erum bara ósammála, Hildur. Nei. Og það oft þannig í lýðræðisríkjum og það oft þannig líka í lýðræðisríkjum að það útkljáð bara með atkvæðagreiðslu að lokinni einhverju umræðu og það ekki hægt að halda því fram með neinum rökum að veiðigjöldin hafi ekki fengið þinglega meðferð. Já, út af því að við kröfumst þessu út og við stóðum þarna, en mér langar það sem ég að segja með ólíkindum. Að segja að þessi stjórnarandstaðan sem hafa komið í veg fyrir öll þessi mál sem þó samstaðum. Þetta náttúrulega, þetta eiginlega alveg makalaus málflutningur með hvað það voru nokkur mál þarna sem vorum öll sammála sem fór ekki í gegn. Sko eins og ég segi og ég bara bið þjóðina hér með afsökunar á við séum að hártogast þetta enn einu sinni. En af hverju fóruðu ekki í gegn þessi mál? Fyrst, þið hafið 71. grein þegar við getum að nota hana. Það var bara menn brunnin á tíma, það eru þetta fleiri heldur en þingmenn sem vinna í Alþingishúsinu og annað. Dagskrárvaldið ykkar. Stjórnarandstöðunni var boðið að klára þessi mál samhliða og það náðist ekki samkomulag annað heldur en jöfnunarsjóðinn.
Það hefði verið lógalagið ef allir þingflokkar hefði verið sammála það og jafnvel orkumál svo voru komin í 3. umræðu sem var ekki vilji hjá stjórnarandstöðunni að klára samhliða og þetta höfum við dagskrárvaldið en eins og á að vera í þinginu þá þetta samtal milli meira og minnihluta og ég tala ekki þegar við komum langt inn í júlí að þá ekki hægt að keyra neitt í gegn eftir svona mikla keyslu þannig að það var bara ákveðið að þetta var þá var það samið þessi mál og við þurfum bara að keyra þau aftur inn núna í haust en ég vil líka þú veist, Hildur segir að þjóðin sé þreytt á þessu og Stefán segist vera að reyna að miðla málum. Að þá vil ég alveg taka það sérstaklega fram að í 90% mála bara unnið gríðarlega góð vinna milli meira og minnihluta inn í nefndum breytingatillögur sem koma frá minnihluta voru samþykktar sem í stærra lagi heldur en hefur oft verið áður á fyrri þingum. Við lögðum mikið upp úr því að vera í samstarfi við minnihlutan varðandi breytingatillögur, varðandi þingmannamáli eða eitthvað önnur mál sem myndi leggja fram. En það sem litaði þetta þing var bara þessi mikla andstaða við breytingu á veiðigjöldunum og það út af því að það var á dagskrá þá náðist ekki svona samningsgrundvöldu milli meira og minnihluta í öðrum málum sem hafði alveg verið hægt að ræða. Og ég bind mikla vonum við það á nýju þingvetri þar sem veiðigjöldin eru fyrir aftan okkur að við getum svolítið byrjað upp á nýtt og unnið saman. En þetta voru fleiri mál sem að virtust einkennilega unnin. Ég nefni til dæmis strandveiðimálin. Það sem að menn koma fram með mál fyrir Flokk fólksins því að við erum algjörlega ansnúin þessari hugmynd fram að því veit ég Viðreisn allavega. Nei, það er ekki rétt að það hefur kannski verið meiningarmunur innan Viðreisnar þetta mál. Ingvar Þóroddsson hefur skrifað merkiða greina gegn þessu Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hefur þetta bara unni rannsóknir sem sýna þetta tóm þvæla. Síðan kemur meirihlutinn Inga Sæland og fleiri fram með væntingar til strandveiðisjómanna alveg fram á síðasta dag og segja ekki leggja árar í bát, við munum tryggja þetta áfram en svo bara eiginlega sólarhringinn þegar að veiðarnar eru stöðvað þá kemur ljósa að það er engar leiðir færar og ég spyr mig bara ef ég væri strandveiðisjómaður eða ef þetta mál varðaði einhverja brýna hagsmuni mína eða annara sem að maður þekki til þetta er þetta ekki boðlegt. Strandveiðisjómenn voru nú á pöllunum þennan lokadag þingsins og bara urðu vitni af því hver stemningi var komin í þingið og hvernig orkan var og í rauninni þær svona kannski ekki hótanir en þau skilaboð sem stjórnarandstaðan kom með í pontu að ef að haldið væri áfram með þingfundi hvernig þau ætluðu að hegða sér varandi að það myndi ekkert meira gerast á þessu þingi ef við ætluðum að fara að halda áfram með fleiri mál. Þannig að þeir strandveiðisjómenn sem ég hef rætt við, þeir binda miklar væntingar við þau loforð sem að ríkisstjórnin hefur gefið og ríkisstjórnin mun standa við þau. En þeir sýna því líka skilning bara í hvaða stöðu þingið var komið og að raunverulega þetta brann inni á þessu málþófi minnihlutans. Þannig að það var miður að mörg mál fór ekki í gegn en núna er bara spennandi að nú er að byrja heill þingvetur, þetta var alltaf stuttur þingvetur, það voru kosningar þarna í nóvember og þingi byrjaði í febrúar þannig að þetta var stuttur tími til stefnu og er heill þingvetur framundan og vonandi með bara betra samstarfi líka meira minnihluta og í rauninni að vera ekki með eitt svona stórt mál sem gjörsamlega minnihlutin bara segir, bara fleiri en eitt þingmaður fari í ræðustól og segja þetta mál mun ekki komast til afgreiðslu, við munum, það er okkar heilaga skylda að stöðva þetta mál. En það eru risamál framundan. Þannig að við horfum nú bara fram á veginn. Þingi verður sett hvað 9. Einhverjum dögum áður en að því kemur verður fjárlagafrumvarpið kynnt. Við erum í mjög undarlegri aðstöðu þar sem að Seðlabankinn er farin að hóta vaxtahækkunum, verðbólgan og verðbólguvæntingar miklu þrálátari heldur en byggast við. Er ekki von til þess að vinna við fjárlögin inn í þinginu verði alveg óbærileg? Ég held að verði nú sameiginlegt verkefni okkar og sameiginlegu vilja ná niður vöxtum á verðbólgu. Það var nú gleðilega fréttir sem bárust í dag að verðbólgan er komin undir 4%. Verðbólgan er búin að lækka næstu 30% síðan að búið var til kosninga og það er búið að lækka vexti á heimili meðal heimili 50.000 krónur á mánuði. Hún er 4% og stefnir upp á við. Verðbólgan? Nei, hún mæltist 3,8% í dag, bara byrst í dag. En hún er stefnir upp á við. Spárnar gera ráð fyrir 4,2%. Já, þvert á spár er verðbólgan að fara áfram niður sem er gleðilegt, en verkefni er að halda því áfram og ríkisstjórnin tekur því verkefni afar alvarlega. Og fjárlögin munu lítast af því að það á að ná stjórn hér á efnahagsmálum. Við erum að taka við að ríkisstjórn sem er meðal halla á ríkisrekstrinum upp á 115 milljarða á hverju ári. Og það erum ekki að tala um einhverju risa fjárfestingum því það er líka búið þetta innviða fjárfestingum á undan sér. Við erum að tala um 115 milljarða halla á rekstri ríkisins á hverju ári og þetta er það verkefni sem við erum að taka á
stefnum að hallalausum fjárlögum að leggja þau fram strax á næsta ári. Þannig að ég trúi því ekki að minnihlutin alltaf leggjast gegn þessu verkefni. Inn í þessum tölum eru COVID árunir það ekki? Já, sko, það er nú bara þannig hvort þú ert að reka sveitafélag fyrirtæki eða ríki að það er alltaf einhver áföll sem geta komið upp á og þú verður að vera með nægilega sterkar rekstur til að vera bara með þol til að bregðast í því. Ég er ekki að gera lítið úr því að 115 milljarðarnir séu með einhverjar útskýringar en það er samt niðurstaðan og staðreyndin er líka svo að ríki gerði ekki nóg til að skera niður á móti. Því ef það koma áföll, ég meina ef þakið heima þau fyrir að leka, þú getur ekki bara haldið áfram að kaupa utanlandsferðir og fara upp í sumarbústað og gera allt þetta, þú verður að bregðast við í bókhaldinu og það er það sem síðasta ríkisstjórn gerði ekki en við ætlum að gera strax í fyrstu fjárlögunum. Eigum við vona á því að það verði miklar aðhaldsaðgerðir þar ekki bara á tekjuliðinni? Sko við erum að tala um það að það var farið, fyrsta verkefni ríkisstjórnar var að fara af stað með hagræðingahóp sem skilaði hugmyndum upp á 70 milljarða hagræðingu. Í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 100 milljarða hagræðingu þannig að það verður að ganga lengra. Það er líka hagræðingakrafa á stofnanir ríkisins og verið að skoða hin ýmsu verkefni. Það er verið að skoða að fara í sameiningar. Þetta hefur fjármálaráðherra og forsætisráðherra komið inn á og þetta er stærsta verkefni. Það er að ná niður vöxtum og verðbólgu því það skiptir ríkið máli, það skiptir heimilið máli og fyrirtækin í landinu. Hvað segir stjórnarandstaðan við þessu þegar við náttúrulega enga innsýn inn í það á þessum tímapunkti hvernig þessi fjárlög líti út? Nei, en það auðvitað blasir við að þau verða að vera mjög aðhaldssöm líka til þess að gera betur en fjármálaáætlun því að hún er ekki að senda þau skilaboð sem að þarf til þess að ná almennilegum tökum á þessari erfiðu stöðu varðandi vexti og verðbólgu og það er auðvitað kannski smá kostulegt að línan sé alltaf að þetta hafi lækkað sko frá því að boða var til kosninga en látum það líka milli hluta þá þetta blasir við að það verkefni sem að ætti að vera bara í fyrsta sæti alveg kvitt og klárt hefur ekki verið að ganga nógu vel og það er eins og maður fagnar því að fjármálaráðherra til dæmis viðurkennir að fjármálaáætlun hafi þar ekki stigið nógu stór skref þannig að auðvitað höfum við ákveðna væntingar að fjárlögin muni þá sína afgerandi aðhald til þess að senda þau skilaboð sem eru nauðsynleg til þess að ná tökum á þessu verkefni. Þannig að við að sjálfsögðu munum fagna öllum skynsamlegum aðgerðum og ég tek hjartanlega undir að ef eitthvað ætti að vera sameiginlegt verkefni okkar, bara ábyrgðin er svo mikil að það er að ná tökum á þessu ekki spurning. Ég verð þá að fá að bæta við að það er svona alveg margt kostulegt alltaf að hlusta á svona söguskýringa þess að staðan núna sé ennþá Sjálfstæðisflokknum að kenna í hinu ýmsa. Það er svona spurning hversu langt inn í kjörtímabilið sá söngur verður viðhafður og það að einhvern veginn leggja á jöfnu að það sem gerist hér í raun allt frá 2018-19 þegar vá fer og svo er það COVID og það er stríð og það er Grindavík. Þetta kostaði alveg gífurlega mikla fjármuni. Og þar var reynt að taka forgangsraða svona aðgerðum til þess að bjarga því sem að bjarga varð og Ísland kom svona eitt best ríkja í heimi út úr þeim ógöngum öllum vegna þeirra ákvarðana. Eftir að hyggja og auðvitað hefði kannski mátt gera eitthvað aðeins fyrir eitthvað aðeins seinna og stíga ekki of langt þarna til jarðar og svo framvegis. Það er alltaf gott að vera vitur eftir á og það er nauðsynlegt að vera vitur eftir á til þess að við vitum betur hvernig við að bregðast við ef við vonandi samt ekki lendum aftur í svipari stöðu. En því ber að halda til að haga. Að þessir tveir flokkar sem þessir ágæti félagar mínir hér eru fulltrúa fyrir, þeir voru aldrei að tala neitt niðurskurð á þessum árum. Þvert á móti. Það var gagnrýnt alveg gífurlega, sérstaklega af hálfu Samfylkingarinnar, að hér var ekki verið að stíga nógu langt í alls konar aðgerðir gagnvart heimilum og fyrirtækjum. Þannig að bara svona því sé haldið til haga. En hér það eru vonbrigði að það er ekki búið að sína nægilega vel á spilin til þess að sé samfarnandi, til þess að markaðurinn svona taki með af því og hafi trú á aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Það er synd, það er búið að vera margir mánuðir til þess að sína fram á annað, það hefur ekki verið nýtt, en eigum ekki vera bjartsýn og að vona að fjárlögin muni koma með afgerandi svona aðgerðir til þess að róa okkur öll og fara reyna. Ykkur hlýtur að brugði við þessu ummæli sérstaklega varaseðlabankastjóra þar sem að sagði við bara munum ekki hika við að hækka vexti hér í haust ef þörf krefur. Þið hljótið að þurfa að spyrna fótum og gera eitthvað mjög afgerandi. Já, við skulum ekki, þetta eru þetta bara megin viðfangsefni stjórnmálana á hverjum tíma og ekki síst núna, þannig ríkisstjórn að taka við og Jú, við getum alveg dregið upp úr hattanum að við erum ennþá með ríkisfjármál sem að vinna út frá síðustu fjárlögum og þetta eru fyrstu fjárlög nýra ríkisstjórnar en það er í sjálfu sér algjört aukaatriði.
Þetta að hluta til alveg rétt sem að Hildur að segja að það eru þetta svona alls konar áföll á leiðinni, en þau eru að verða alltaf. Það alltaf eitthvað að gerast einhvers staðar sem gerir það að verkum að ríkissjóður þarf að vera tilbúin til þess að takast á við. Þetta verið þessi 3 dæmi sem Hildur nefnir í sögulegu samhengi auðvitað alveg gríðarlega. Já, en undan því hrun og þú veist, það verða búsifjar í fiskveiðum og öðru slíku, þú veist, það koma bara ofta eitthvað svona áföll og það þarf auðvitað að reka ríkissjóð með tilliti til þess. En ég meina þessar tölur sem að komu í dag, þá verðbólgan 3,8%. Ef að húsnæðisliðurinn ekki inni, þá var hann 2,8 og þarna auðvitað komum við inn á líka annað verkefni sem að vera svolítið stórt í vetur sem eru húsnæðismálin. Það stendur nú til að kynna allskyns aðgerðir í þeim núna í haust. En sko, já, það eru mér vonbrigði að vextirnir héldu ekki áfram að lækka og en Seðlabankinn auðvitað hefur bara ákveðið hlutverk og hann sjálfstæður og hann leggur mat á og við verum auðvitað að treysta þeim skilaboðum sem að koma þaðan. Ég ger ekki athugasemdir við það. Að Seðlabankastjóri sé... Já, formaður fjölmiðlanefndar hefur nú gagnrýnt Seðlabankann. Já, við megum auðvitað gagnrýna Seðlabankann. Það liggur alveg í hlutarins eðli, en þetta hans mat á stöðinni. Ég meina, ég til dæmis skil ekki, sko, ef að verðbólgan á þeim stað sem hún núna, þurfa samt stýrivextirnir að vera svona rosalega háir. Gætur ekki verið eitthvað lægri? Það alls konar svona spurningar sem að má auðvitað spyrja. En ég meina, það á okkar ábyrgð að leggja fram núna fjárlög sem að taka mið af þessu að einhverju leyti. Það auðvitað verið að spá því að það hægi á þessu vaxtalækkunum ferli eitthvað núna kannski inn í næsta árið og það auðvitað okkar að bregðast við því. Það gæti snúist við hreinlega. Já. Það sem var náttúrulega kom fram að þessum skilaboðum það ef að verðbólgan fer upp að þá munu þeir ekki hika. Þeir eru að segja það að þeir munu ekki vera hræddir við að beita þeim tólum sem þeir hafa ef þeir þurfa þess. Þeir eru ekki að segja að þeir stefni í það eða ætli sér að gera það, en það gerir það ef verðbólgan fer upp. Þess vegna skiptir miklu máli að ná verðbólgunni niður. Og það sem að mér skipta máli þó við sem að fara yfir alls konar svona þætti sem snúa því af hverju við erum í þeirri stöðu sem við erum í dag, að þá það ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á efnahagsmálum á Íslandi og við tökum og ríkisstjórnin heilsinni tekur þá ábyrgð alvarlega og mun sýna það í fjárlögunum að þó að séu einhverju þættir þá er ekki að benda neina aðra. Hér á að taka stjórnarmálunum til að ná þessum vöxtum og verðbólgu niður. Og þegar Hildur segir að við höfum haft tíma til að sýna á spilin og markaðurinn hefur ekki verið að bregðast nægilega vel við. Hann ágætt að halda því til haga að til dæmis hefur Fitch og Seðlabankinn í rauninni hrósað aðgerðir ríkisstjórnarinnar og það búið að færa horfur upp úr stöðuðar í jákvæðar í mati í Fitch á svona stöðu ríkissjóðs og þar það uppgjör íhaldssjóðs, það salan á Íslandsbanka, það fjármálaáætlunin og það stöðugleikareglan sem sérstaklega nefnd í svona þeirra mati á það við sem að stefna í rétta átt. En það ekki nóg að stefna í rétta átt, við erum að sýna á spilin í fjárlögunum að hér verði aðhald og við ætlum að ná verðbólgunni niður. Það sameiginlegt verkefni stjórnmálanna og þjóðarinnar allrar. Ég held kannski að það sé bara vert að halda til haga hér að sko þessi vegferð að lækka verðbólgu og vexti var hafin fyrir kosningarnar. Það var búið að ná að koma málum í þann farveg. Þannig að það auðvitað mjög mikil synd að það séu högta svona eins og raun ber vitni og það þrátt fyrir að ég held að sé þetta fyrsta sem ríkisstjórnin gerðir að halda hérna einhvern helgarna blaðamannafundum 70 hagræðingaraðgerðir eða hvað það er ekki búið að koma fram eitt einasta dæmi úr þeim hagræðingaraðgerðum. Ég meina vonandi sjástu í fjárlögunum en hvað veit ég. Það gert mikið úr því að hér eigi að hafa eitthvað svona aðhald í fjármálaáætluninni og láta eins og það sé eitthvað nýtt á nálinni þegar það bara algjörlega í takt við fyrir ríkisstjórn, þrátt fyrir að kannski fyrir ríkisstjórn skýrði það bara heiðarlegra heiti sem var svona óútfærðar ráðstafanir einhvern veginn í staðinn fyrir að láta eins og hér sé fugl í hendi en ekki skógi eins og þessi ríkisstjórn gerir því miður allt og mikið af. Þannig að við auðvitað höfum bara væntingar að ríkisstjórnin standi við stóru orðin því það ofboðslega mikið í húfi. Og auðvitað verður maður hugsi þegar maður heyrir annars vegar fjármálaráðherra viðurkenna að hér þurfi að í rauninni gera betur. Og svo allt í nú koma einhverja fréttir 2 milljarða þjóðleikhúsi sem að mér að vitandi kannski ekki nauðsynlegt og það kannski sé góðra gjalda vert á einhverjum tímapunkti en þetta hræðir og ég ætla að vona út af því að það svona mikið blaðamannafundi og alls konar yfirlýsingar. Ég ætla að vona að ríkisstjórnin ætla ekki einhvern veginn að haga málum sín þannig að halda alls konar blaðamannafundi og lofa kannski sömu krónunni og oft í alls konar sem hljómar ágætlega. Og svo það hvað þá stjórnarandstaðan sem að stoppa það eins og hér nú verið að sögufalsa hvernig þinglögin voru og hvernig mál kláruðust ekki og af hverju. Þannig að það kannski ef að það á að vera upplegið þá kannski ætti
stjórnarandstaðan bara íhuga að vera bara heima hjá sér og leyfa ríkisstjórninni þá bara standa við stóru orðin í staðin fyrir að við séum endalaust gerða einhverju skálka skjóli eigin ákvarðana og aðgerða. En eins og ég segi, við skulum vona að fjárlögin muni sína fram á afgerandi aðhald í þágu samfélagsins alls. En ef þetta kirsuberjatínsla hjá okkur hér og þar í þessu viðtali, þá þetta svolítið kirsuberjatínsla hjá þér, Hildur, að nefna að vaxtalækkunarferlið hafi hafist tíð síðustu ríkisstjórnar en gera skurðbúntið þar, sko. Við getum þó líka haldið því fram að vaxtahækkunarferlið, það óskaplega vaxtahækkunarferli hafi þó líka verið á vakt síðustu ríkisstjórnar. Ég er ekkert endilega vissum að við komumst eitthvað mikið svona frjótt áfram í svona umræðu. Við erum bara á þessum stað og við þurfum að taka á því og við munum sjá það þetta í fjárlögunum. En spurningin eins og með skilaboðin á sama tíma fjármálaráðherra lýsir þessu yfir, þá kemur þessi viljayfirlýsing með þetta hús við Þjóðleikhúsið sem sennilega góðra gjalda verk en ábyggilega ekki sams konar forgangsverkefni eins og að reisa hjúkrunarheimili eða koma slíkum málum í réttan farveg. Við fáum fregnir af þessum gríðarlega kostnaði við uppbygginguna eða endurbætuna á Hótel Sögu innan háskólans og annað. Sporin hræða í þessu. Tölurnar sem við skoðum yfir Landspítalann, það verðist vera bara hít sem að menn moka endalaust onni og aldrei opna spítalinn. Ég held að það sé mikilvægt að halda því til haga að sko fjármálaáætlun og fjárlög, þau sína fram þessa hagræðingu og hallalausa rekstur. 2027 svona það sem verið að horfa á og bara væntingar til að ná því eins fljótt og hægt Allar þessar aðgerðir sem verður kynntar, það verður alls konar aðgerðir sem ríkisstjórnin mun fara í. Við munum fjárfesta í innviðum, við munum fara í uppbyggingu og gera hluti innan þeirra fjárheimilda sem fjármálaáætlun og fjárlög gera ráð fyrir. Þannig að ef við erum með skýrt plan hvernig við ætlum að ná hallalausum rekstri, þá eru samt ríkar fjárheimildir innan fjárlaga til að gera hin ýmsu hlutverk og til dæmis þessi stækkun Þjóðleikhússins bara innan þess plans og til 2030. En það rétt forgangsröðun, sko? Þeir eru með nokkra salið þarna og við erum með mörg leikhús, ekki rétt. Ég ætla ekki að setja mig það stellingar við eitthvað sérfræðingur í húsakynnu Þjóðleikhússins, en það sem skiptir þó máli það að ríkisreksturinn, hvort við náum hallalausum fjárlögum, ekki hvort við förum í að byggja við Þjóðleikhúsið eða ekki árið 2030. Það snýst skilaboðin. Sko skilaboðin eru skýr og það eru þau að við ætlum að ná hallalausum fjárlögum, við ætlum að ná stjórn á efnahagsmálunum og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum að gera á sama tíma og við fjárfestum í innviðum og mikið af þessum innviðafjárfestingum sem við ætlum að fara í verður í gegnum innviðafélagið, verður í gegnum samstarf við til dæmis lífeyrissjóðina og munu skila bara aukinni verðmætasköpun inn í framtíðina. En þið eru með óleyst verkefni inn í þessum útreikningum eða þessum jöfnumöllum eins og til þess varðandi varnarmál. Þar eru bara óútfylltir tékkar sem ekki teknir inn í þessa jöfnunum. Þetta geta verið 70 miljardar eða hvað það er? Já, það er alltaf ekki rétt að það sé óútfylltir tékkar því að þetta er rauninni bara skuldbindingar sem við höfum sem NATO-ríki. Já, en það er sko stór hluti þeirra innviðafjárfestingar sem á að ráðast í mun rúmast innan þess framlaga. Þannig að það er mikilvægt að kortleggja það vel, sjá hvað rúmast þar innan. Við erum að tala um hafnarmannvirki, við erum að tala um landhelgisgæsluna, við erum að tala um heilbrigðisinnviði, að geta hér tekið á móti stórum hópum. Þannig að þegar við erum að fjárfesta í okkar innviðum þá erum við að uppfylla þessa skuldbindingu samhliða en hún mun ekki bætast við eins og stundum látið hljóma. Ég ætla ekki að vera mikið að eltast við út af því að þetta er þetta meira og minni hluta fólk svona að segja sína sögur en mér finnst að vera svona eitt dæmi til að sýna fram á svona 2 flugur í einu höggi að til dæmis að engin af hagræðingartillögunum hafi komið fram. Það er bara ekki rétt. Til dæmis eins og bara sameining sýslumanna sem kom bara fram sem frumvarp sem hafði bara verið góður sparnaður fyrir ríkið og aukið þjónustu við íbúð um all land. Það var stöðvað í málþófi síðasta vors. Það er ekkit endir á því máli, það verður bara aftur lagt fram og það verður klárað, en þetta sýnir bara fram á að það er ekkit verið að skákinu skjóli það minnihluti sé að stoppmál, þetta var bara staðan síðasta vor. Við bindum mikla vonu að vera öðruvísi núna, en málin eru byrjuð að koma fram. Þessar stofnanasameiningar eru bara eins og eitt lítið hrísgrón á risastóru hlaðborði í Perlunni. Það er gott þú segir þetta mál sem samt rekstur á hverju ári og safnast af lengri tíma en hnýtir í hins vegar einskiptis aðgerðis og viðbyggingu Þjóðleikhússins sem miklu minni biti svona í heildarsamhengi. Og dreifist á nokkur ár, sko. Þið eru alveg áhyggjulausir. Við erum ekki áhyggjulausir að við tökum aðhald og hagræðing eru þetta bara nauðsynlegt. Það er bara verkefni á hverju tíma. Hefur alltaf verið og verður alltaf. Og ég hef nú reyndar þá trú að það verði auðveldara að komast í margt slíkt með þingið eins og það samsett núna heldur en kannski oft áður. Við sjáum bara hvað setur í því. Mér langar að nefna aðeins bara út af varnar- og öryggismálunum, sko, að því þú ert að nefna þetta. Það er líka bara svolítið brýnt að við áttum okkur öll á því og að þjóðin sé svolítið meðvituð það. Þegar við erum að tala um þann málaflokk, að þá er það einmitt uppbygging innviða. Það eru vegir, það eru hafnir,
það eru flugvellir, það eru alls konar, það getur verið hlutir hjá lögreglunni, landhelgisgæslan og allt þetta eins og Guðmundur Ari að nefna. Þannig að aukin fjárfesting í varnarmálum bara út af breyttri heimsmynd og stöðunni sem að þar er eitthvað sem að innviðauppbygging. Innviðin mun ekki verið okkur fyrir innrás Rússa? Nei, en við erum herlaus þjóð og þetta er okkar framlag í varnarsamstarfinu. Ég meina það ríki í Evrópu eru að fara upp í jafnvel 5% í framlag. Men við erum ekki að fara svo langt, en það eru held ég svona yfirleitt 3,5% af þessum 5% eru oft svona bara beinhernaðarútgjöld sem við erum auðvitað ekki með. En við höfum lengi verið eftirbátar annarra þjóða í þessu. Miklu eftirbátar. Já, það er bara þannig og það er ekki gott. En þú nefnir varnarmálin. Skömmu eftir að þingið fór í frí og þið út á land, þá undirritaði utanríkisráðherrann yfirlýsingu við Evrópusambandið um það að við myndum skuldbinda okkur til að fylgja varnarstefnu Evrópusambandsins. Það var reyndar, við köllum eftir svörum frá ráðherra og hún sagði að það væri alls ekki þannig en Evrópusambandið hefur staðfest það og það liggur fyrir í samningum þegar hann skoðaður að Ísland hefur nú skuldbundið sig til að fylgja Evrópusambandinu í þeim efnum. Einhvern tímann hefur nú heyrst hljóður horni við það að þingið væri ekki haft í ráðum ákvarðana þessu tagi. Ég nefni bara til þess ákvörðuna þegar að Ísland var sett á lista yfir hinnar staðfestu þjóðir gegn Saddam Hussein. Nú erum við skuldbundin til þess að fylgja Evrópusambandið út á foraðið í hverju þeim máli sem að þeir taka sér fyrir hendur í varnarmálum. Hvers konar framkomir þetta við þingið? Já, ég meina þannig er auðvitað verið að undirrita eitthvað svona góðan vilja til þess að gera hluti. Já. Við höfum tekist á, bara af ábyrgð, við breytta heimsmynd og það þýðir meðal annars það. Við ætlum að standa þetta þéttar með okkar nákvæmna. En er það enga ákvörðun utanríkisráðherrans? Er það ekki þingsins í meira? Þetta mál var kynnt fyrir utanríkismálanefnd. Já, þetta var tekið fyrir í utanríkismálanefndinni. Þetta kom ekki fyrir þingið. Þetta var trúnaðarmál inn í nefndinni. Sumt af því sem að snýra þessum málum á sér sína kynningu í utanríkismálanefnd sem hefur það er svona lagaskylda á ríkisstjórninni að upplýsa utanríkismálanefnd á hverjum tíma. En er ekki þingið þess að taka veigamikla ákvörðun til umfjöllunar? Já, það má alveg örugglega færa einhver rök fyrir því, en við erum hins vegar bara ofur einfaldlega að bregðast við ákveðinni stöðu sem er í gangi á alþjóða vettvangi. Það er að vera í þéttara samstarfi við þjóðirnar í Evrópu. Það eru alls konar ógnir, við vitum ekki hvað er að gerast vestanhafs eða hvernig mál þróast þar. Það er bara svo ég segi það fyrir mína parta. Það er til dæmis alveg ákveðið áhyggjuefni. Þó hins vegar að það sé þannig að þá sem margir gagnrýnir á Donald Trump, þá gerði hann þó að minnsta kosti eitt mjög rétt hér fyrir einhverjum árum. Hann benti svolítið eindregið á það að ríki Evrópu og við þar á meðal, þótt að með öðrum hætti sé, höfum ekki verið að standa okkur nægilega vel í að tryggja eigin En við vitum heldur ekki hvernig Evrópusambandið mun bregðast við í sínu varnarhlutverki á komandi árum, en við erum núna skuldbundin til þess að fylgja þeim eftir í þeim ákvörðunum, án þess að þingið hafi haft færi á að taka það til umfjöllunar. Já, ég meina, það var samráð við nefndina eins og sagt er frá í lögum. Það er ekkert rangt við það. En þessi útgjöld sem við erum að tala aukin útgjöld til varnarmála. Það er annað mál sko. Já, en ég menna svo, maður bara haldi því til haga. Það er bara mjög mikilvægt að fara í þessi útgjöld en þau eru að nýtast í innviðauppbyggingu. Annað er að þegar þingið fór í frí að þá kom hingað Ursula von der Leyen maður Evrópusambandsins og það svona startaði aðeins eða jók slagkraftin í Evrópuumræðunni sem að þú hefur nú skrifað margar öfluga greinar þau mál og ykkar stefnu meðal annars á miðofnum Mokkans þau mál. Þið leggið áherslu á þetta og ég gat ekki skilið ykkur og stjórnmálin öðruvís en að þetta yrði þungavíktamál í stjórnmálunum í vetur. En svo kemur forsætisráðherrann Kristrún Frostadóttir og segir, nei þetta er algjört aukaatriði, við erum ekkert að einbeita okkur að þessu, við ætlum ekki að eyða orku og tími þetta, við ætlum að einbeita okkur að efnahagsmálum. Og ég spyr bara, hverju má ég að trúa? Já, þú getur lesið stjórnarsáttmálinn, það er alveg skýrt hvað gerist samkvæmt honum. Á meðan við erum ekki í Evrópusambandinu þá vinnum við eins og við séum ekki í Evrópusambandinu en hérna höfum við þetta gott samtal við Evrópusambandinu og það var nú þess vegna sem að hún kom hingað til þess að ræða alls kyns mál sem að snýra því. En ef þú ert að spyrja það þá hvort að það sé eitthvað verið að bakka með þá fyrirætlan að það verði þjóðaratkvæði áframhald og viðræðum við Evrópusambandið þá er ekkert slíkt á döfinni enda er það í stjórnarsáttmálunum.
En ekki alvarlegt máli og forsætisráðherrann ætlar að skáka þeirri umræðu út af borðinu en við stefnum samt hraðbyri að atkvæðagreiðslu þessi mál? Ég tók þessum ummælum ekki þannig að hún væri að setja þetta eitthvað út af borðinu, þetta bara á sinn tíma þegar það kemur. Það talaði að þetta gerist á árinu 2000, ekki síðar en á árinu 2027. Ég tel líka bara mjög mikilvægt í þessari umræðu að þessi þjóðin sem að taki þessa umræðu og þingi sjáum að stýra landinu hér á meðan. Við erum ekki að stefna inn í Evrópusambandið. Það kannski ekki alveg rétt svona framing á þessu sem í gangi. Það sem við verðum að gera að spurja þjóðina hvort við eigum. Það stefna ykkar að við förum inn í Evrópusambandið. Já, það getur verið stefna stjórnmálaflokks. Það getur verið stefna stjórnmálaflokks í ýmsum málum, en svo stjórnarsáttmáli og stjórnarsáttmálinn skýr. Hann ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Það ekki svo umræða sem að fara í gang. Þið talið fyrir því. Ekki inn á þingi, það ekki verkefnið okkar. Nú það þjóðin sem mun taka ákvörðun hvort það eigi að fara í þessa viðræður. Ef að þjóðin ákveður það, þá mun þingið að sjálfsögðu þurfa að taka á í því og allt stjórnkerfið. Það er náttúrulega að umræðan í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu eiga sér stað og annan vettvang heldur en þingsalinn. Það er engin þingmál sem eru lögð fram sem snúa því að ganga inn í Evrópusambandið. Það er ekki að þingmál á skrá eða neitt sem að verður á dagskrá þingsins sem snýra því að ganga inn í Evrópusambandið. Þið þurfum að setja einhvers konar lög það hvernig þessu skuli háttað. Það er einhver þingsáldum bara hvort að ég að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. En það er nú ekki flókið. Ég held, Stefán, og þú vitir alveg óskaplega vel hvernig þessu stilt upp. Það verið að tala að hafa tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo fyrri þá svona ársett inn í stjórnarsáttmálunum. En það óhjákvæmilegt að þingsályktunartillögun þessar atkvæðagreiðslu verði pólitísk og umræðan muni snúast hvort að menn fari inn í Evrópusambandið. Við erum að tala um tvær umræður eina þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig það ekki að fara að lita þingið og þingstörfin ekki nefn bara að sé vilji stjórnmálamanna einhvern veginn að láta allt snúast það. Það ekki vilji ríkisstjórnarinnar. Stefán, við erum að tala um Evrópusambandið þó að það sé ekki búið að boða einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo ferlið alveg skýrt. Afstaða míns flokks algjörlega skýr. Afstaða flokksins Hildar algjörlega skýr og það... En þetta risastórt hagsmunamál. Þið hafið eitt ótæpilegri orku í þetta og ykkar trúna með Þorsteinn Pálsson og Hanna Katrín og allir skrifa stanslausgreinar um þetta. Þannig að það verið að eyða miklu púður í orku í þetta. En nú það að segja, þetta á ekki að vera vettvangi stjórnmálana. Ég algjörlega ráðviltur. Nei, ég meina það er bara verið að tala, það liggur alveg fyrir í stjórnarsáttmálum. Mér finnst þú svolítið verið að vera hártoga hérna núna, Stefán Einar. Það er verið að tala það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna. Það er sátt á milli stjórnarflokkana. Síðan eru skiptar skoðanir inn á þingi það hvort að ég ganga inn eða ekki. Ég hef alltaf sagt, við þurfum að sjá samning til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun það. Nú er umræðunum við efnislega umræðunum. Já, en ég að segja, sko, maður þarf að sjá samningin til þess að geta verið 100% öruggur með það maður... Já, forsætisráðherra segir við ætlum ekki að leggja neina áherslu á þessu umræðu. Það er það sem ruglar mig í rýminu. Ekki inn í þinginu, það verður ekki málinn í þinginu sem snúa þessu máli. Þetta er bara umræðu. En er það eðlilegt? Er það eðlilegt? Er ekki þingsalurinn einmitt vettvangurinn það sem að við viljum taka mála þessu tagi til umfjöllunar? Það verður þetta rætt í þinginu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, það liggur alveg fyrir. En og umræðan auðvitað ekki bara inn í þingi, hún auðvitað út allt. Við erum alveg ótrúlega ofta að ræða Evrópumál í tengslu við önnur mál í þinginu. Þetta auðvitað plássfrek umræða, en við finnst þetta svolítið svona einkennilegt að stilla þessu einhvern veginn svo þannig upp að við sem þjóð sem erum á hverjum einasta tíma að takast á við gríðarlega stór verkefni, alltaf þegar kemur á þessari umræðu, þá er hún einhvern veginn fyrirferðar mikil til þess og bara einhvern veginn allt annað falli niður. Það eru þetta ekki þannig. En það einmitt forsætisráðherrann sem segja það verður engin áherslu. Ég skildi orð hennar ekki svona eins og þú ert að túlka þau. Ég held að þetta verða augljóslega langir mánuðir af orðhengilshætti og ég held að ríkisstjórnin ætti að sjá sóma sinn í því að senda skýr skilaboð nákvæmlega hvað verið að meina hér og það segi ég bara í mikilli vinsemd. Og auðvitað eigum við að vita betur og hafa í rauninni bara lært af reynslunni. Að auðvitað er óboðlegt fyrir þjóðina ef þá að fara í einhvers konar vegferð gagnvart ESB ef að ríkjandi stjórnvöld hafa ekki komið sér saman hvað svo vegferð á að þýða. Hvernig á þá að halda á þeirra hagsmunagæslu í þeim umræðum öllum. Þannig að það auðvitað er bara alvarlegt ef þá að gera lítið úr því. Og svo verði ég að segja að þessi dagar hérna eftir þinglokkin, það sem að gerist þar, það sem var reifað hérna áðan, var vont að finna fyrir því í raun að svona trúnaðurinn í þessari umræðu var augljóslega miklu meiri við ESB heldur en þingið og þjóðina.
Og við höfum því miður séð frá þessari ríkisstjórn að það ekki mikil virðing borin fyrir þinginu. Þingið fyrir þeim og öllu því. Þetta auðvitað ekki sanngjarnt að stilla hlutunum svona upp. Það alveg sanngjarnt að stilla því upp, þannig, jú. Og öllu því metnaðarfulla og ágæta sem þessi ríkisstjórn vil gera og við styðjum þau til góðra verka og allt það. En að það má ekki gerast að í þessu risastóra hagsmunamáli fyrir þjóðina sem möguleg innganga í ESB, sem ég vona að verða ekki raunin en við skulum sjá hvað setur, þá má það ekki vera þannig að trúnaðurinn og svona athyglin og vandvirknin og virðingin verði við ESB frekar en þing og þjóð. Og svo kannski bara að lokum að þó ég skilji alveg punkt Sigmars að það má aldrei vera þannig að það sé alltaf eitthvað brýnna heldur en ESB. Ég get alveg séð þau rök í öðru samhengi en ég ætla að vera algjörlega einlæg og segja ég vona að forsætisráðherra geti staðið við stóru orðin ef það rétt að það eigi ekki að eyða óþarfa orku og mögulega ati og rökræðum innan ríkisstjórnar eins og mér svona heyrist að mögulega sé heldur að einblínt sé að þá risastóra verkefni sem að ná tökum á efnahagsmálum og taka þær nauðsynlegu skynsama ákvörðun sem bara hreinlega verður að taka þar. En ef að fara í þessa atkvæðagreiðslu Evrópusambandið þá verður að eyða orku í umræðuna. Já, það ekki hægt að taka þessa ákvörðun eða þjóðin getur ekki gengið að kjörborðinu eða svona þessi búið að ræða þetta í þaula. Já, og mér finnst galið ef það að bjóða þjóðinni upp á það samtal ef að ríkjandi stjórnvöld hafa ekki komið sér saman og nákvæmlega hvað felst í því. Það bara óábyrgt og mjög varhugaverð nálgun á svo stórt mál. Það ofur einfaldlega, mér finnst þetta ekki sanngjörn nálgun. Stjórnarsáttmálinn alveg skýr með þetta. Þú veist, það kemur inn þingmál það að halda áfram viðræðunum. Þetta vitum við öll sem að sitjum við borðið. Við vitum það líka að Evrópuumræðan, hún teygir sig oft inn í öll önnur möguleg mál og við erum að ræða þetta og við erum búin að vera að ræða þetta áratugum saman. Það stundur sagt, við megum ekki fara í þessa umræðu því að það klýfur þjóðina. Ég meina, ef það klýfur þjóðina, þá þetta líka hluti þjóðarinnar sem vill taka þessu umræðu, Okkur á þau rök sem bara eiga við þá sem að vilji ekki inngöngu. Þú veist, þetta svo skýrt það sem við erum að tala um. Við erum að tala að þjóðin hafi tvisvar aðkomu á málinu. Það að segja ef að verður samþykkt að halda áfram viðræðum í fyrri, þá býður okkur önnur síðan þjóðaratkvæðagreiðsla þegar að samningur liggur fyrir. Þetta ekkert flókið, Þetta mjög flókið mál. Já, ég meina þetta flókið en sem sagt vegferðin framundan ekki flókið. Það liggur alveg skýrt fyrir hvert stjórnin ætlar að fara í þessu. Lesið bara stjórnarsáttmálann. Hvort sem forsætisráðherrann verður að ósinni eða ekki það hvort þetta verður til umfjöllunar eða fókus á þessu í þinginu, þá munum við fjallum þetta hér. Við teljum okkur beri skylda til þess og við eftir að kveða ykkur til samtals það hér á komandi mánuðum. Við erum komið vel fram yfir þann tíma sem ég var búin að áætla. Ég veit að þú ert í miklum önnum á leiðin út á land, Guðmundur, þannig að ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég ekki alveg bjartsýnn og ég var í upphafi að þingið yrði svona létt og skemmtilegt. Ég gerir ráð fyrir að það verði nóga átökum. Ég veit ekki hvort að þetta nota varði létt og skemmtilegt svona almennt þingið, en þetta reyndar mjög skemmtilegur vinnustaður og dýnamískur. Það bara þannig. Og fullt af góðu fólki þar. Ég óska öllum, Guðmundur, Sigmar og Hildur, góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum, hverju á sem vettvangi. Takk. Þá fyrsta þætti spursmála á þessum stóra kosningavetri lokið. Ég minni ykkur á Mokka-appið, hvet ykkur til að hlaða því niður til þess að geta fylgst með þessum þætti og öðru því sem við framleiðum hér á þessari öflugu ritstjórn okkar. Það hægt að nýta þetta app hvort sem þið eru áskrifundur hjá okkur eða ekki. En þættinum lokið að þessu sinni. Ég hlakka til að hitta ykkur á föstudaginn í næstu viku og ég hvet ykkur líka til að fylgjast vel með á mbl.is og í Morgunblaðinu því að við munum taka þar áfram snúning á þessum málum og þessum stóru fréttamálum sem við